Já, Nanna, velkomin í þáttinn. Takk. Spennt? Já, ég spennt. Ok. Við ætlum að tala skrýmmyndirnar. Já. Þú fílar þær? Ég fíla þær, ég elska skrýmmyndir. Hvernig fannst þér að horfa aftur á þær? Bara gaman. Þú veist, það ekkert eitthvað langt síðan ég hafði hort á þær. Ekki kannski allar, en eitt allavega. Tekur á allar röðu alltaf? Nei. Ég vil bara spyrja þér strax, hver uppáhaldsmyndi þín? 1. Hver næst uppáhalds? 4. 4? 1 og 4, já. Ok, hver það þriðja? 2 og svo 3. Ef þú veist að þriðja, þá hefur þú bara slögt þær. Þriðja umuleg. Þriðja langverst. Við munum fara yfir í réttur röð. Fyrir fyrstu og svo endur á 4. Hvað er þín röðin á þessu? En mín röð, ég er þetta með svona punta. Ok. En ég er ekki búin að skrifa röðina. Nei. En ég bara man hana. Já, þetta eru 4 myndir, það eru ekki að vita muna röðina. Það er 1, og já. Klárlega, langbæsta myndin. 2, ok. 4 og svo 3. Mér finnst 3 langsýst. Hún er ekki góð mynd á neitt hátt. Nei, en finnst þú nú vera eins í dag eins og sást hana sko, ok, árið 2000? Þú veist, ég er að horfa á þessar myndir þegar ég er 11-12 ára í einhverju sleepover hjá vinkonum mínum og ég man ekkert eftir, þú veist, hvað mér fannst þegar ég sá það. Ég man að mér fannst það ógeðslega skeri og ég var alveg bara frekar hrætt við að horfa þar aftur og sleið, sko. En þú veist, ég man ekkert hvað mér fannst 3 sem mynd ef ég horfði á hana frá A til Ö. Ertu með sterkustu minninguna af fyrstu myndinni? Já, einhvern veginn, mér finnst það, þú veist, ég veit ég sá 2 áður en ég sá 1. Ok. Af því, þú veist, 96 þá er ég bara 8 ára og ég er ekkert að fara í bíó og horfa skrím, það er ekki eitthvað hjá mér. Nei, það er gott. En ég man að, þú veist, það var einhver vinkona minn sem bauð í ammæli og hún, þá var skrím 2 nýkomin út, skilur, þá var ég 10 ára og ég, þú veist, ég horfði á hana og mér fannst hún ógeðslega skeri. Svo einhvern tímann setna að þá er einhverjir bara, hei, núna skulum við horfa á skrím 1 í þessu ammæli eða sleepover eða eitthvað. Já, þannig að hver var spurningin? Sorry. Er sterkasta minningin af fyrstu myndinni? Já, ég held það. Þó þú hafi séð 2 fyrst? Þó ég hafi séð 2 fyrst. Þú veist, 2 er einhvern veginn, bara af því að ég elska 1 og 4 svakalega mikið, þá er 2 svolítið svona, mér fannst hún, ég hugsa alltaf hana sem bara svona, allt í lagi, þú veist, en svo fær hún ógeðslega góða dóma. 2? Já, hún er með, 80% rottan eða eitthvað. Og hún er ofalega, ég held að hún sé númer 2 og eftir. Já, þú veist, og ég meina hjá Roger Ebert er hún bara með góða dóma og er alveg, þú veist, þykir alveg góð, en ég er bara einhvern veginn ekki þar. Fórstu á 3. bíó? Nei. Ég fór á 4 bíó. Það fórstu á 4? Já, það komir óvart hvað 4 kom úr 2011. Já, mér finnst alltaf hún sé nýjasta myndin. Já, mér finnst þess að ég sé nýbúin að fara á henni bíó. Það er 9 ár sem hún kom út. Ég veit það, ég var að segja þetta á snöra bara, vá, ég er ekki búin að átta mig á því, þú veist, það er langt sem hún kom út. Ok, ég er nefnilega að sá þar í réttur röð. Ok, og sástu þú þar í bíó? Nei. Ég sá 2, 3 og 4 bíó. Ok. Fyrstu sá ég bara heima og ég horfði hann með mömmu og pappa. Með mömmu og pappa? Já. Ok. Þau voru ekki að spennt fyrir henni. Hei, alvöru, þú þáttu cool fóreldra. Þau þóla ekki hryllismyndir. Sérstaklega ekki pabbi. Spennt fyrir skrím? Já, ég man ekki alveg af hverju það var, en það var svolítið hæp bak þessa mynd. Já, ég trúi því. Og ég man þessu coveri um hana hendina, ég ætla ekki að setja kannski fyrir mækin, höndin fyrir andlun á Drew Barrymore og ég var alltaf bara, vá, ég var að tjekka þessar mynd. Já. Ég er 13 ára þegar hún kemur út og þeim fannst hún góð, mér fannst hún geggjuð. Mér finnst bara eitt besta byrjunadri ever er í Scream 1. Mér finnst það geðveikt. Og ég elska þessa mynd. 2 sá ég í bíó. Ég er alveg nokkuð það, ég verið þá verið 14 ára þegar hún kom út. Já, hún kemur út bara árið sinna. Halda þessi því? 98, 97? Fyrsta kemur desember 96. Ok. 2 kemur desember 97. Í alvöru? Fólk var bara að drífa sig í að gera nýja mynd. Já, en hún hefur kannski komið út á Íslandi 98, skilur, en ég hef verið 14 ára. Ég man mjög vel eftir þeirri mynd og mér fannst hún geðveik 2, mér fannst hún geggjuð bara eins og fyrsta, mér fannst fyrsta alveg betri en mér fannst 2 geggjuð. Svo sá ég 3, mér fannst hún hræðileg, hún er sík, hún er bara hræðileg. Svo sá ég 4 11 ára seinna og mér fannst hún alveg fín. Þið fannst hún bara fín? Mér fannst hún ekkert geðveik, en mér fannst hún fín og hún var töluvert betur en 3. Já. En svo er ég svolítið spenntur að horfa á það, ég hef ekki séð 4 síðan 2011. Ok. Og ég horfði á það allar núna fyrir podcastið. Hvernig er 4, þú veist, við endur áhorf 9 árum setna?
En mér finnst hún ekkit spes. Fannst hún ennþá jafn góð? Já, þú veist, ég veit ekki af hverju, en bara fjögur, ég veit ekki hvort það var af því að, þú veist, það að koma ný skrýmmynd og ég var svo spennt að sjá hana og þú veist, það var allt einhvern veginn, það var húmor og það var bara þetta skrým og Neve Campbell þú veist, eitthvað hérna, ég bara, hún á einhvern sess hjá mér, sko. Þér þykir bara vænt þessar myndir? Já, þú veist, og fjögur, ég veit, já, bara með stund svo skemmtileg og eitthvað. Er þess að stutt sem þú sást hana líka? Að þú horfði hana núna? Já. Kannski 3 ár. Já, ok. Og þér er svona alltaf skemmtileg? Já. Ok, ég hata byrjun á henni. Í alvöru? Ég hata hana. Eitthvað svona, stab 6, nei, stab 7, eitthvað, ég þóla ekki. Ok. Ég var búin að gleyma byrjunni. Já, einmitt. En horfður hana með Snorra? Já, hann var líka búin að gleyma byrjunni, hann bara, er þetta svona eitthvað. Mér finnst það nefnilega svo, ég man eftir að hafa verið í bíó og bara, oh my god, hvað þetta? What? Er þetta stab 6? Eitthvað, þú veist. En þú veist, ok, að fara síðan í stab 7, það fannst mér svona einu skrif og langt, maður er svona, ok, come on, hætt að vera svona self-aware, getum við bara aðeins. Einmitt, hún er einum of sniðu og ég var bara í ránkvöldu augunum. Já, þetta pínu svona, ok, we get it, þú veist, aðeins bara að byrja á myndinni. Já, gerum bara alveg mynd, ekki eitthvað fake og við vorum sniðu og gera stab 7. Horfður hann allar með Snorrana? Já. Hvernig fílar hann? Nei, ég lík því, hann horfði ekki á 3. Ekki 3? Já. Ok, ég er bara að pæla hvernig fílar hann þessar myndir, því ég er alveg með sögu af minni kærustu. Bara, þú veist, honum finnst það ekki af skemmtilegur og mér, af því að ég dýrka skrím, ég bara eitthvað neginn get ekki lýst í af hverju, en hann er ekki alveg þar, sko. Nei, ég er nefnilega að horfa á það með kærustu minni, hún aldrei séð þær. Hún aldrei séð þær? Enga skrýmmynd. Og ég get sagt það, ég reyndi fyrir svona 7-8 mánuðum síðan. Nei, það er ekki lengra síðan, kannski ár síðan. Ok. Það reyndi síðan í fyrstu. Af því mér þykir rosalega vænt þessar myndir. Og sér henni í stúdíónu, ég með gömlu grímun, og sér hún það gömul, hún var svona gul. Já, hún er nasty. Ég myndi ekki vel að setja hann á mig núna, því ég er búin að, hún var svolítið mikið notuð á sínum tíma. Ok. Þannig ég elska skrím. Já. Hún gafst upp. Ok. Hún endist í svona hálftíma fyrir ára síðan. Svo sagði henni að gera podcastu núna. Ég sagði alltaf að horfa með mér á allar myndina. Bara já, í til okay. Hún píndi sig gegnum þetta. Hún klára ekki svona 4. Ok, ég held að hún elskaði hryllingsmyndir. Ég held að var ekki hægt að horfa neitt sem var í gaman eða drama en eitt bara því að hún er svo mikið í hryllingsmyndir. Já, hún elskar hryllingsmyndir. Ok. En ég komst að einu. Hvað? Fyrir ekkert svo lengur síðan. Hún meikar ekki slashermyndir. Af hverju? Henni finnst það bara leiðilegar. Henni finnst það leiðilegar? Já, og við horfum núna á 4 skrýmyndir röð. Og henni fannst fyrst allt í lagi. Henni fannst 2 svona allt í lagi. Þegar við komum að 3. myndinni, þá var ég alveg bara svona pínu stressar því ég bara eitthvað, oh my god, þetta er svo glötu mynd. Og ég var eitthvað að segja hana, bara eitthvað, já, þetta er versta myndin, ekki til að pæla ómikið henni, 4 er skárri. Okay. Svo það 4 byrjar með þetta stab 6 og stab 7, þá var ég bara svona, shit, hvað á ég að segja á Guðni? Já, verður en með myndi. Já, og þá segir hún, það er svona kort til liða henni, hún segir, ég er svo leiðileg mynd, má ég bara fara að hanga í síman? Ég elskar hún spurgið til leiði, má ég hangi símanum? Hún má ekki hangi símanum ef við vorum mynd saman. Ég veit hvernig þú ert það, fyrir það er ekkert eitthvað sjálfsæður hlutur. Nei, þannig já, henni fannst það bara leiðilegt. Henni fannst það leiðilegt, ok. Og slassermyndir, ok, þú veist, hvað annað er að tala um sem hún meikar ekki? Sko, ég get ekki sýnt henni mjög gamlar slassermyndir. Nei, ok. Þetta er ég legg ekki í Nightmare on Elm Street. Nei. Ég sýnt henni Halloween, gömlu. Já. Af því að við fórum sér saman, við 4 á Halloween 9. Já. Þá sagði ég Gunni, Gunni, þú verður alltaf að sjá fyrstu Halloween uppræðanlega. Þú hefur alveg gaman henni. Svo horfðu á hana og Jesús Kristur, hún eldist ekki vel. Nei, hún eldist bara illa. Hún er hræðileg. Og Gunni var bara eitthvað, þetta er svo leiðileg mynd. Og þá var ég svo stressað því við varum búin að plana bíóferð. Og ég sagði við hana, þessi 9 verður betri. Svo hún líka glötuð. Þannig að henni var staðleiðilegt. Svo horfði ég einu svona á Friday the 13th, 9. myndina. 9. Friday the 13th? Já, reynd sem er frá 2009 eða eitthvað. Já. Manstu ekki það henni? Ef ég hef séð hana þá man ég ekki, þú veist, nei. Hún var alveg fín. Ok. Hún meikar hann ekki. Nei. Henni var svo leiðileg, ég held hún ekki sem klára hana. Ok. Þannig ég komst bara að því, hún fíla bara ekkert slassermyndir. Henni fannst hún bara leiðileg, ok. Hún vil bara eitthvað svona, já, ok. Guðni er umræðinu í annað þá. Málið er, hún fílar horror. Já, ég veit það. En hún fílar ekki einn morðingi, elda ykkur oftast ykkur úlinga og það eru allar svolítið eins
En það sem ég fíla við slashermyndir. Fíla þú slashermyndir yfir höfuð? Ég fíla alveg slashermyndir yfir höfuð. Okay. Þú veist, ég held einmitt að hún meira bara í þessum new school horror sem bara allt jumpscares og einhverja nunnur og kjartaði, þú veist, en þú veist, slashermyndir eru svo, þú veist, bara einfaldar. Já, þær eru einfaldar, en þær eru líka svo einhvern veginn bara svona mikilvæg hluti af þessari, hvað orð nota þú yfir genre? Ég nota bara genre. Ég það eru svo mikilvæg hluti af þessari genre. Þessari tegundabíómyndum. Þessum bíómyndaflokki. Já, og einhvern veginn ég hugsa að, hún aðeins yngri en við, ef ég segi það, að hún sé kannski bara dálítið svona desensitized fyrir hvað slashermyndir eru. Það gæti verið. Já, þú veist, að því að ég sé fyrir mér, þú veist, þessu krakkar í dag, þeim eru bara skrýma svo frábæra, þú veist, að þau séu bara svona, já, en akkurru, þú veist, ég er búin að sjá þetta 1000 sinnum síðan þá. Já, einmitt. Ég veit ekki hvað. Og svo getur alltaf, þetta er líka búið að breytast aðeins. Ég meina, í dag er þetta rosalega mikið, eins og þegar Hostel kom út og svo, með eitthvað svona torture porn dæmi, og líka það gett spennandi, gett ógíslegt. Fyrir þeim er ekkert nóg að horfa okkur gæja með eitthvað grímu, ringi eitthvað og stinga eitthvað tvisvar í brjóskassan, þú veist. Það telst bara ekkert nóg í dag. Og ég er ekki að segja að Gunni hafa leitað eftir eitthvað svona góri. Nei. En það sem ástæðan hún fílar þetta ekki, er ástæðan fyrir ég fíla þessar myndir. Já. Það eru einfaldar, hún fílar það ekki. Það er bara eitthvað svona skrautlegu morðingi, hvort það er Michael Myers, Jason eða Ghostface, sem mjög skemmtilegt. Hún fílar það hún ekki. Hún var líka bara, hvað, er þetta alltaf sami morðingin? Já. Ég sagði, nei, þetta er vel ekki sami morðingin. Það er alltaf eitthvað nýr. Og við munum spóla öllum skrýmyndunum, bara höfum það á hreinu. Og henni finnst það ekkert spennandi. Nei. Og hún fílar ekki þetta formúludæmi. Það eru svo mikla formúlumyndir. Það er sem ég fíla við þær. Ég til dæmis, ég horfa á slashermyndir af því ég veit nákvæmlega hvað þær eru. Ég veit hvað tilfinningun ég fæ og svona upplifun af þessum myndum. Þær koma aldrei á óvart. En það er sem ég fíla við þær. En sumir, ég held að þessum fílingislasser sé mitt ástæðan fyrir því, þessi ástæðan fyrir að ég fíla þær. Einfaldar og formúlumyndir. Fyrir mér er þetta svona íþróttamyndir. Íþróttamyndir? Já. Ok. Veistu hvað ég tala um? Nei, hvað er íþróttamynd, sorry? Svona basic baseballmynd eða American footballmynd. Eitthvað svona dót. Já, bara svona formúlumynd, þú veist hvernig myndin það verður, eða bara svona Rocky myndin þar. Alla Rocky myndin þar, fyrir það fyrstu kannski, þetta er formúlmyndir. Og þegar ég horfa á Rocky 4, ég er ekkert eitthvað, vá, þetta er geðveik mynd. Þetta er meira bara svona, vá, hvað er skemmtileg mynd. Vá, hvað með þið ekki vænt þessar myndir. Ég er alveg með þér þarna, þú veist, ég fíla þessa formúlu í þessum myndaflokki, skrýmmyndarum. Yfirleitt, þú veist, ef ég sé að myndir að fylgja formúlu, þá er ég bara svona, ég veit hvernig það fyrir enda, ég nenni ekki, þú veist, að eyða orku, ég verður ekki að fylgjast með einhverju plotti sem ég veit hvernig fer og eitthvað. Er það alveg myndir yfir höfuð? Myndir yfir höfuð, þú veist, eins og Marvel-myndar, ég stundur bara svona, koma hann, ég veit búin að sjá 1000 sinnum, ég nenni ekki, þú veist. En einhvern veginn Scream, þó ég viti, eða þú veist, ég var svo ung því ég sá þar, en þú veist, ég sá þar komin til vit svo ára í fyrst skipti, að þú veist, einhvern veginn það að þær séu svona einhvern veginn að viðurkenna að þetta sé allt kvikmynd og að svona þetta self-aware postmodern metadæmi, það heilla mig ógeðslega mikið. Þannig að þú ert kannski hrifnar af Scream sem slashermyndum, frekar en Halloween, Friday, Nightmare, eitthvað svona. Já, bara Halloween fannst mér ekki skemmtileg. Þú veist, ég sá henni mitt í fyrst skipti áður við fórum all 4 bíó á nýju Halloween myndina. Hún eldist ekki vel, skilurðu. Ég skil alveg að hún sé fræg og að hún hafi endur svona skilgreint þessa genre, fattar þau? Genre, það er flott að segja það. Og vegna þess hvað hann er eitthvað mennasing og eitthvað neginn. Hún líka frá 78. Nei, það var nákvæmlega gömul. Hún er mjög gömul. Mjög gömul. En þú veist, það er svo góð atriði, þú veist, fyrsta atriði, maður er bara svona, wow, what? Þú veist, þetta er áhugavert, fattar þau? Ok, þannig að þetta er svona meta, gera smá svona grína þessu. Já. Það er eitthvað sem þú fílar við Scream. Ég fíla það við Scream, þú veist, og ég segir hvað hina, þú veist, ein af öðrum uppáhaldshryllingsmyndunum mínum, það er Cabin in the Woods. Já, þú fílar hana mjög vel. Ég dyrka Cabin in the Woods. Þú veist, þú getur bara vitað alls konar um mig. Ég elska Scream og ég elska Cabin in the Woods. Af hverju elskar Cabin in the Woods svona mikið? Af því þeir ná að blanda saman gríni og horror? Já, þú veist, en þú veist, að þeir séu bara að framleiða hryllingsmynd
og það sé plottið af myndinni. Já, ég skilði. Að þeir eru að gera þetta fyrir og ekki djöfulin eða eitthvað svona. En bara, aðeir, og einhvern veginn þetta, þeir sem með öll þessi skrimsli í kjallarunum og það. En ég mitt munum Scream og svo Cabin in the Woods. Mér finnst Cabin in the Woods ekkert sérstök. Ég er búin að sjá hann 2 svar. Guðni til þess fílaði hann alveg. Það er alveg fín. Mér finnst hún bara ekki að vera scary. Nei. Mér finnst hún ekki að vera fyndin. Nei. Og þegar hann blanda þessu saman, þetta er svo Scream, mér finnst hún alveg spennandi. Það er alveg spennandi aðri í henni. Mér fannst ekkert spennandi í Cabin in the Woods. Og þú erum skemmtilega karakter í Scream. Það er rétt. Mér finnst það engin skemmtilegur í Cabin in the Woods. Hún er alveg gölluð, sko. Og En ég skil hvort við. Já, einmitt. Þetta aspekt að þeir séu þetta kjallarunum á stjórnöldu og þú veist bara, þess vegna eru horror movie victims bara doomed, skilur við eitthvað, Og mér finnst alveg gaman hvernig leikur sem með hvað eru þeir að fara að fá? Eru þeir að fara að fá hérna Psycho Mutant fjölskylduna eða eitthvað trúð eða drauga eða whatever. Mér finnst það alveg skemmtilega. En hún var einum of svona fyrir mér að Cabin in the Woods næsti eins og bara eins og byrjunættur í Scream 4 þar sem ég bara, oh my god og hann svo sniður þessu mynd. Þú fílar ekki sniðu og hluti? Nei. Ekki í Scream myndunum. Nei. En ef við förum aðeins í fyrstu myndina? Já. Ok. Ég sé að þú punktar eitthvað hjá þér. Þetta reyndar svo að vera að glósa eitthvað fyrir skólan. Já, svona glósa ég þegar ég var í skólanum. Ok. Og hvað er þetta bara allt í eitthvað svona óræði hjá þér? Já, mikill óræði. Bara, þú veist, ég búin að krota vinglasa því ég var aðeins í glasi í glasi en ég ætla að sína aðeins lista minn ég ætla ekki að sína það punktana sér hvað þetta er vel sett upp hjá mér þetta er mjög vel sett upp hjá mér þetta er alveg svona Scream, svo góða punktar svo Scream 2, svo Scream 3 og Scream 4 en hvað er þér? Svona ég get ekki svona lesið þetta og svona þetta er svona mikið þetta er alltaf 4 myndar á einu hlaði, Já, ok. Ég er með svona fyrir 4 myndir. Ok. Og þú veist, þetta er bara hérna listina reglunum, skilur það? Reglunum í myndinum? Í myndunum sjálfur? Já. Ok, ég ætla að tala um eitthvað reglur sem ég setti. Já, sko, regla nummer 1 hjá mér, nei. Hver er fyrsti punktur í fyrstu myndina? Bara svona fóruði. Fyrsti punkturinn minn er hvað killið á Steve er ógeðslega góri, ég var bara að gleyma þið ég ætla að taka það fram ég horfði núna á eitthvað direktorskött af Scream sem er bara, þú veist, hún er alveg nákvæmleins nema, þú veist, við hvert og eitt dráp er eitthvað svona 2-3 auka rammar þú veist, gerir þetta bara örlítið meira ógeðslega, þú veist, þetta var bara klift fyrir MPAA, þú veist, þess að hún myndi ná R-rating Ég hef ekki séð hann á svona óklifta Nei, þú veist, ég meina sko, mástu í uppasætrinu þegar það er svona fara úkslega hratt að líkinu að Drew Barrymore kliftið þér út annarkvæmt rammat af því að, þú veist, langa skotið var bara of góri fyrir MPA til að fá rating, þannig að þeir klift út annarkvæmt ramma og það er svona hratt í þessu hérna þessari uncut útgáfu er þetta bara hægt, skilur við og til dæmis þau hjá Tatum þegar hún hangir hérna í bílskúrshurðinni þá er einhverjur 5 auka rammar eða eitthvað, þú veist, þannig að maður sér hausin á henni bygglast meira ok það, þú veist, það var aldrei meika almennt sens hjá mér bara hvernig deyr maður eitthvað, Mér finnst ekki að tala um aðeins þetta MPA-dæmi þetta er alltaf fáránlegt Þetta er fáránlegt bara svona, þetta er of ógeðslegt sérst í svona mikið að tippi nei Einmitt, ég talaði um nekt þeir er alltaf mikið ekki svoleiðis þetta er svo í Walking Dead þú getur að horfa á eitthvað ógeð en þú mútt ekki svo brjóst og þeir mútt ekki segja fokk Nei, nákvæmlega Mátt segja fokk einu sinni í PG-13 mynd Já, þetta er alltaf fáránlegt þetta er alltaf bandaríkjumenn en mér er svo fyndið eins og með Scream hún er ógeðsleg hverju skiptir þó að sé 2-3 auka rammar við hvert morð Nákvæmlega Þetta er svo fáránlegt Það er fáránlegt Já. Það er bara, þú veist, eitthvað arbitrary einhver manneski, svo er það gjörspilt hérna stofnun Pottþétt Já, ég hefur ekki hort á heimildamyndir þetta Nei Þú voru að horfa á hana, ég held að hún kallist eitthvað This film is not yet rated Já, ég sá hann aldrei Nei, Er hún ekki alveg 10 ára gömul eða eitthvað? Örglega, jú, þú þarft að horfa á hana ef þú ert á móti MPAA Ég bara hata þetta sko. Þetta er ógisla stúpid og arbitrary og þú veist, að því, já Þetta er bara eitthvað svona hópur af fullorðnu fólki sem er að segja, ákveða fyrir annað fullorðnu fólk Nei, þetta er of ógeðslegt fyrir þig Einmitt, og þau eru öll eitthvað svona kristnir evangelistar og það, þú veist, á að endurnýja fólki í þessum hópi, í þessari ráði Þetta er allt 70 fólk 5 ára frestið eitthvað og það hefur verið gert í 40 ár, skilur
einmitt. Það bara súper mikið spilling og bara, þetta Fáránlegt. er bara allt, þú veist, kirkjan er búin að kaupa sér nýttilega, ég man ekki, þú veist, það Eitthvað fáránlegt. eitthvað fárlegt, já. Okay. Þannig að fyrsti punktur þinn var... Hvað Steve er súper góri, þú veist, að því að, ég meina, þetta er fyrsta killi sem við sjáum, bara inniblinn á honum eru bara úti, já. Og hann er einhvern veginn, þú veist, það er búið að gera eitthvað nýjaskilendar á honum og þú veist, þetta er bara, allt í maður er bara svona, wow, ok, ég er að fara að sjá ofbeld, ég er að fara að sjá bara gór, ok, bara undirbúið mig fyrir strax, þú veist, mjög spennandi í byrjun, þú veist, bara er hann að fara að vera þarna á baka þennan, þú veist, eldan í gegn íbúinu þegar hann að læsa 20 hurðarnar í húsinu sínu, að þú veist, það strax setur mann í þetta, ok, þetta er spennandi og skemmtilegt, en einmitt bara ofbeldið á Steve, bara fuck. Þetta kemur mér líka óvart, í rauninni alltaf í horrorsmynd, þá er alltaf bara svona, vá, djúl, þetta er fyrir eitthvað brútal atriði. Með við 96 þá var bara, það er ok. Já, og líka bara með við að Scream er smá svona, tekur sér ekki á alvarlega og er smá svona grín og eitthvað svona, að þegar maður horfir á þetta atriði, maður sér hann það er bara búið að skera inniblinn leka bara eitthvað og líka morðið á Drew Barrymore. Mér finnst það alveg ógeðslegt, að því að hún er ekki bara, hún hangir ekki bara úr trénu, hann stingur hann einu sinni, svo dettur hún niður og mér finnst alltaf svo ógilt að hann stingur hann í hálsin síðan. Já. Og það er eitthvað svo brútal. Stingur hann í hálsin og hún er eitthvað, þú veist, og það er bara svo ógiltlega brútal. Og ég er alltaf smá, þú veist, múin að sjá þessu mynd oft. Þess að núna horfði ég bara um daginn. Og ég er bara vá, ég held að sé ekkert svona brútal morð annars staðar í öllum 4 myndunum. Nei, einmitt, af því þú vorst að, þú sagði mér að ég ætti að velja úr hverju mynd uppáhaldsmálið mitt og ég var svona, einmitt, consciously að leita hvað er mest gór í morðið og eitthvað svona, þú veist. Það er ekkert í... Mér finnst ekki toppa fyrsta, eða fyrstu 2. Nei, einmitt, það er ekkert margt, nei, þú veist, sem er svona visceral og einhvern veginn, af því þú veist að stinga einhvern veginn, já, bara það nýfur eitthvað, þú veist, en þetta, einmitt, með inniblinn og, einmitt, það stinga hann í hálsin. Það er ógæslegt, að hún er eitthvað liggur þarna og hann stingur hann svona aftur og það er alveg bara eitthvað svona, það er svona mikil mannvonska einhvern veginn í akkurat því hitti þegar hann stingur hana. Og svo er hún sett upp í tré. Já, og einmitt búið að taka eitthvað innibli út ranni. Þetta er alveg svona, þetta er ekki alveg í takt við restan af myndunum, ef þú pælir í því. Já, akkurat. En ég er ekki að segja þessi galli, ég er bara að segja að þegar maður horfði á þetta er líka atriði, er svo ógeðslega gott. Bara hvernig það byggist upp og röddin líka. Gæðin sem tala fyrir Ghostface. Þetta er geðveikur rödd. Þetta er bara, þú veist, einhvern veginn bara heill áratugur af hryllingi, þú veist, bara að... Tengir við þennan mann. Já. Í alvegni, hann er bara algjör snillíkur. Og bara atriði hjá þeim, hann er að hringja, hann er að spyrja út í eitthvað, að byrja eitthvað svona létt, hún er að poppa, hún er að flára eitthvað mynd og eitthvað svona. Svo endar þetta í, bara hvar atriði byrjar og hvar það endar. Þetta er svo svakaleg breyting. Að maður var bara, wow. Og sérstaklega þetta var svo svakalega ofbeldsfullt hvernig þau eru drepin. Drew Barrymore, Casey og Steve, heitir ekki Steve? Jú, Steve. Að maður er bara eitthvað svona, shit, hvað mynd er ég að fara að horfa á? Já. Og líka bara búningurinn, Ghostface, gríman og allt þetta. Ég var bara, shit, þetta er eitthvað klikka. Og mér finnst myndin ekkert valda með vonbrigðum, en mér finnst hún aldrei verða eins gróf og fyrsta atriði. Nei. Sammála því? Já, þú veist, ég var alveg svona að leita, ok, hvar annars það er gór, það er ekkert mikið. Í raunin ekki. Ég meni, jú, það er alveg eitt skorun á háls og eitthvað svona, en mér finnst ekki náð þessu fyrsta atriði. Og ég er bara að pæla hvort það verið viljandi gert hjá þeim. Gæti alveg verið. Bara eitthvað svona, við viljum bara sjokkera það strax. Já, bara, þú veist, bara sjokkina á campaign, bara þú ert að fara að horfa á svona eitthvað, en þú veist, segja hann aldrei... Nei, það er bara, ok, ef þú höndlar þetta, þá höndlar restina myndinni. Það er spurning hvort það sé eitthvað þannig pæling. Gæti alveg verið. Fyrsti punkturinn minn, sem ég punktaði að mér, geðaðbyrnaðri. Gríðlust, þú veist, ef einhver spyrir mig hvað er besta byrjunaratriði í kvikmynd, þú veist, þetta er alveg topp 5. Þetta er bara mjög solid byrjunaratriði. Ég með tóku upp podcastáttum daginn með Arnar bróðinum og Inga félagans, þá erum við svona spurningar, svona lista. Og ein spurningi var henni að komdu með eitthvað mynd sem fílar með geðveiku byrjunaratriði. Og ég sett ekki Scream. Að ég sagði við þá, að því ég er frá að taka upp Scream og því að geima það, en ég nefni það. Ég segi bara, þetta er upp á spyrnaðurinn. Það er bara svo geggjað, það er allt í því. Það er allt sem ég vil sjá í sérstaklega hryllismynd. Spennandi, gór, þá er bara shit, hvað er fyrir að horfa. Þannig ég byrjaði að skrifa það og hvað varst þú síðan með? Ég skrifast Casey er stupid victim, en það er bara pínu, þú veist, svona... En hvernig þá?
bara, þú veist, ekki svara síman ef einhver böggaði síman, bara ekki svara síman hringd á lögguna strax eitthvað. Þeir reynda að bjarga sig aðeins frá hotfall, hann segir eitthvað, þú erum lengstu raskandi löggana ég veit það, en þetta var, þú veist mér finnst það samt ekki eitthvað detriment til Casey fattar, það er bara ég bara skrifa þetta. Þú vilt ekki Casey degi, sant? Nei, bara, þú veist, enga veginn skilur og mér fannst það sem hérna er annar punktur hjá mér er hvað símahljóðið er ominous, þú veist þegar hringir síminn. Ég bara sagt að síminn hringir ok, bara gegja innocent en svo þegar það ringir aftur, þá bara ok, nú er komið kalda svita og hvað er núna að fara að gerast og það verður alltaf meira og meira svona óþægilegt þegar hann ringir síminn sko. Og líka bara þegar hann er að segja við hann segja, ég vil vita hvað ég er að horfa á hún bara, hvað sagður þú? Ég vil vita hvað ég er að tala við super creepy bara, þegar maður setur sér sjálfan eða bara hvernig í þessar aðstöður ef maður myndi að segja þetta við mér síman og svo segja hann eitthvað svona blondie og eitthvað svona, hann er að gefa til kynna hann er að horfa á hana þess vegna virkar þetta aðrið, það er creepy það er scary, það er spennandi og bara svona smá í einu algjörlega, við þurfum ekki að fara alveg gegnum alla myndina í réttir röð myndina sjálfa, af því að þetta er ekki mynd svona kvikmynda gagnrýnisþáttur þetta er meira svona spjall, við spjallum alls konar sem tengir þessum myndum ég verð að segja punkt nummer 2 mér, eða fyrir ekki, varstu búið með komdu með, hvað? Ok, þannig að þú vilt segja bara að Casey hafi verið stupid victim að einhver leiði. Já, hún er ekki eitthvað superklár, en ég meina hún er úlingur, fattar að það er bara, fólk er, og hún er eitthvað flörti við henni síman, þú veist, já, kannski En svo líka fyndið sem það að þú eiga að vera eitthvað 17-18 ára, sorry þið lítu öll út fyrir 30. Ég fannst þér það ekki? Jú, þú veist, það er bara svolítið sem er við 90s myndir í höfuð, er bara, ok, það eru allir að fara að vera 30, það er bara að díla við það. Réður bara fullorðið fólk til þess að leika úlinga á þessum tíma? Mér finnst það skárri í dag. Er þetta ekki skárri í dag? Jú, ég held það. Mér finnst einhvern veginn, ég er að hugsa. Þetta er ekki sérstaklega í hug. En svo í þáttum og svo leiðist, þú veist, það er alveg ungi krakkar að leika unga krakka. Mér finnst alltaf lægi að þú leika 20 ára, 24 eða 5, en þú leika 17 ára og þú 26 ára. Já, það er bara svo mikil munur. En ég skrifaði eitt, punkturinn minn, og eins og segi, þetta er allt í einhverju dríktir röð. Nei. Og ég fer alltaf inn í bíu, skoða trivia og svona, bara svona gaman. Þetta getur verið eitthvað kjaftaði með svona gaman lista. Það er eitt sem ég las við fyrstu myndina, sem ég hefði aldrei pælt í. Og ég hugsaði, það er sniðugur punktur. Fannst þér eins og Billy og Stu mánuginnir ætti ég eitthvað svona ástarsambandi það? Ástarsambandi? Billy og Stu? Já, að þeir eru mögulega samkynhneigðir eða tvíkynhneigðir. Fékkstu það einhvern tíðan tilfinninguna? Nei, þetta er fyrsta skipti sem ég pæli því. Ég hef aldrei pælt í þessu. Af hverju nefnir það? Af því það stóð í trivia, það eru einhver margir fans að tala það, að þeim finnst þess að hafa eitthvað milli þeirra og líka þeir eru að drepa fyrrandi kærustur og kærustur. Já, og nú er þetta að segja. Það er rétt. Það er satt. Og hvernig það fer svona á axlinur á Billy eitthvað. Já. Ég er ekki að segja að þeir hafi verið saman. Nei. Skilurðu? Ég skil alveg að fólk pæli í þessu. Það er ógeðslega oft sem að fólk er eitthvað, þetta er eitthvað samband, þú veist. En ég bara sá þetta aldrei. Nei, enga veginn. En þegar ég las hana punkt, þá var ég alveg bara svona... Last þetta áður en horfður myndina? Nei, eftirmyndina. Ok. Ég mun ekki búin að sjá hana millisum. Aldrei hugsa út í það. Nei. En þegar ég las hana punkt, þá fór ég að hugsa, vá, ég mun horfa allt öðru sig á myndina ef ég held að þeir séu eitthvað svona í einhverju ástarsambandi eða... Þetta, já. Og mér finnst það verða svona pínu áhugaverðari. Sem eitthvað svona, ef þetta var eitthvað svona samkynhneigt par, einhverju gaurar, myrðallís, ég veit það ekki. Af því ég bara ekki séð það áður. Moment fyrir gay rights, ef þetta er að myrða fyrir hvern annan. Nei, þú veist að þeir eru svona, það er smá. Já, þú veist, ok, Stu sem morðingi, þú veist, ég fór pæli þessu, bara hvernig, hann er svo mikill bjáni, hann er svo mikill karikatúr og hann er svo mikill einhvern veginn, hann er bara karakter í bíómynd, enginn er svona í alvörinu, hann er svo goofy og þú veist einhvern veginn, og ég fór að hugsa bara hvernig gat hann einhvern veginn sett þessu grímu, verið bara I'm gonna slice your guts open eitthvað, þú veist, og ekki farið að hlæja eða verið eitthvað svona, þú veist, að drepa einhvern og sagt einhverjum one-linera eins og hann er einhvern veginn. Ég bara, hvað er hann við einhverjum svona, þú veist, persónuleikaröskun og það sem hann getur bara slögt og, já. Og líka það sem ég er líka töff að þeir eru tveirmorðingjar. Það sem gerir þessar myndir líka svona einstakar í þessum slassamyndum er að þau tveirmorðingjar. Já, einmitt, það er, þú veist, maður bara, tveirmorðingjar, wow, ég maður bara vera bara, einmitt, það get twist í fyrstu myndinni. En þeir halda því, það er einn morðingi 3, en það er 2 og svo 2 í 4.
og þetta aldrei samanmorðinginn. Nei, nákvæmlega. Ég meina, Michael Myers alltaf Michael Myers. Já, hvað það? Ok, svo, já. Þú fílar freka þetta. Það sé bara svona, morðinginn eru drefnir. Við ætlum bara að vera Ghostface, fattar við? Já, ef Halloween myndirna væri þannig að einhver fær alltaf í Halloween, Michael Myers grímuna sína og dræpi, frekar að sé alltaf sami gæin. Bara sorry, hversu oft getur Laurie Strode drepið sama mannin án þess að hann degi, þetta meikar ok, rant over ok, ég er svona skil gott við en já, þú hefði sérst aldrei hugsað þá sem eitthvað par nei, aldrei það bara hefur ekki, þú veist, nei en þú verður að viðurkenna, það alveg það kemur mjög mikil dýft bara við já, það ef maður myndi pæli í þessu svoleiðis bara eitthvað, já, eru þeir saman og mér finnst alltaf þessum Billy var að notast þú já, það er náttúrulega bara svona menn það er svolítið gefið til kynna já, það er bara greinlegt sko. Líka svo, og hann segir ég minna, okkur það maður ástæðu það er ekkert ástæðu, en svo kemur hann ástæðu já, en svo kemur hann með ástæðu sem ég veist alveg töff en Stu, hann bara ekki minna ástæðu Stu var bara along for the ride, eitthvað bara hey, þú erum alltaf að drepa alltaf fólki að mér svo líka, þú veist, morðinginn er alltaf með ástæðu til að drepa Sydney já. Þeir eru aldrei með ástæðu, ok, af hverju drafstu Steve, af hverju drafstu Casey, af hverju drafstu Casey var reyndar já, hún var fyrrandi kæristu það er líka sem við talum að þið þeirra að drepa svo konur eða stelpur þetta er óbeldi, já, en reyndar drepa alveg göra líka en ég bara pæla, ok, ef þeir verður saman þá er það svona meira ná, já, ok er Stu skotin í Billy eða það gæti, þú veist, ég myndi alveg trúast út til þess en það er samt ekki þess, mér finnst ekki benda mynd til þess, ég laðast það bara á IMDb mér fannst það fyndi pæling að þá myndur horfa öðru í svo ámyndina algjörlega, það er góð út af því já, en þeir drepa fullt að liði en þeir virða svolítið sækja í þeir drepa Casey, fyrrandi þeir drepa Tatum, núverandi kærasta Stu já og Billy drepa Sydney sem er núverandi kærasta hans þetta er voða mikið eitthvað kærastur fyrrandi og núverandi það er rétt en hvað varstu með í þriðja punkti? Herðu, hvað Principal Himbry er ógeðslega creepy þegar Sydney fer leikarinn eða karakterinn? Nei, bara karakterinn, sko. Þú veist, nei, hann er Winkler toppmaður, þegar hún fer eitthvað á skrifstofan hans og og löggan er yfir hérna og kemur hann eitthvað svona stríkur henni gett hérna, fyrir fram á lögguna, þú veist, ekki gera þetta við 17 ára stelpu sem er nemandiðinn, eitthvað svona þú veist, hann ætlar örugglega bara að vera góður og eitthvað, en ég bara, hann er creepy, sko, hann er eitthvað, og hann er, mér hann strax vera gerður að pínu suspect, svona, ish. Já, ég fór á samt mynd í bíó fyrir svona 6 árum eða 7 árum með vinum mínum, í Bíóparadís, það var eitthvað svona skrýmsýning. Það var svona í fyrst skeitt sem ég sá, þú veist, ég var ekkert fyrst skeitt sem ég sá hana, það var kannski fyrst skeitt sem ég sá hana svona á mínum efri árum, fattur það var svo gömul já, svo fucking gömul en já, þá fór hann að benda mér á þú veist, það er svo margi sem eru svona hei, þetta getur morgin, þetta getur morgin þetta getur morgin, hérna er eitthvað obvious, þú veist, hérna hefur skýt Ulrik sem er ógeðslega creepy, þú veist, það er alltaf að segja það sem morgin, en af því það búið ingreina svo í okkur bara, nei, það er aldrei mest obvious nei, en það er svo töff já, það er nefnilega svo, það er svo cool og það, þú veist, ég fór að taka eftir þessu meira í seinni myndunum líka, eru þeir að nota þetta bara, hafa einhvern einn super creepy gæja og svona til svona platamann já en eins og með Billy, það er alveg góð punktur því hann er alveg bara, ok, hann er rosalega grunnsamlegur og þú ert bara strax bara, þetta er hann já, algjörlega og svo var það bara hann svo var þetta hann, þetta var, maður bara, já, þetta er hann og svo er hann með hérna alibi og eitthvað svona já, svo er hann drepinn hann að gera slappa hann í lokin og þá maður bara eitthvað svona, nei, býtu, hann var ekkert sikur það var ekki hann, what? En svo ekki tvist þetta hafi verið hann, mér finnst það alveg töff það er mjög gott tvist, sko það er mjög gott tvist þannig að, já og hvað ert þú með? Ég er með ég skrifaði sem ég er þetta alltaf pælt í en ég fór aðeins að pæla meiri í þessu núna að Ghostface í öllum myndunum er frekar svona klufskumóningi já hann er að dettum allt, það verður hendur líðan og hann er reyna eitthvað einhver svona já, að því maður er svo vanur að sjá eitthvað svona harðamorðingja Michael Myers og eitthvað svona sem þeir virðist ekki klikka neitt og þeir eru svo scary en svo Guðni í kærastan minn, hún sagði bara eitthvað hann er svona klaufalegur þessi gaur hann er svona mikil klaufi hvað átti ég að segja? Nei, alveg ég gat ekki sagt en ég fór að pæla í þessu ákveð sem mikil klaufi ákveð er allir morðingar sem mikil klaufar að þetta er aldrei sama manneskjan ég komst að þetta er gríman þetta er 100% gríman að ég prófa grímuna ég hef sett þetta á mig er að vera að myrða fólk með eitthvað svona þú veist þetta er hræðilegt
það er gaman að djóka eitthvað í vinnu sinni með þetta, en ef ég þyrfti að fara að myrða eitthvað fólk í eitthvað svona high danger aðstæðum, eitthvað, ok, ég kannski löggan á mér, kannski verið í drippinu og orta eitthvað, ég get ekki, ég myndi hlaupa allar veggi og allt, sko. Þannig að þetta er gríman, af því að Michael Myers gríman, Jason gríman, það er ekki svona. Þetta er gríman og búningurinn, þetta er eitthvað svona mjög ódýr spandex búningur úr eitthvað, þú veist, Halloween Town, fattur eitthvað, já, þú veist. Ekki það er alltaf hlaupi í þessu. Nei, þetta er ekki gert fyrir eitthvað íþróttur og morð, fattur það er alveg góð punktur. Þannig að við skulum afsaka hana morðingja með þessu. Já. Það er bara hluta sjarmanum, hann er bara klaufi og þú veist, stundum dettur hann og hérna rankast aðeins og eitthvað svona, þú veist, og svo þau eru snúið sig við aftur þá er hann horfinn sem er, þessi morðingi, þetta alltaf Ghostface er með þetta move svo gott, að bara að hverfa, að bara vera allt í hennu farin og ég vil eftir sko, með bíómyndir, ég get aldrei ég veit ekki hvernig að segja þetta íslensku, hvernig ég segja þetta sko, suspend my disbelief þú veist, ég þarf alltaf að fá útskýringur öllu og ég er alltaf, ef það er ekki einhvern veginn, ef ég get ekki útskýrt hlutina á vísindalegan einhvern hátt, þá er ég pirruð og bara, nei, ég nenni ekki að horfa á þetta en með þessa myndir, ég leifi allt, þú veist, ég stundum eitthvað svona, ok, væri enginn að pæla í fingraförum eða DNA, fattur en ég afsaka það með þessa myndir, af því það er bara það skemmtilegar og það er ekki einhvern veginn, það er enginn í myndinni að spá í því. Nei. Þannig að ég spá ekkert í það. Og mér finnst líka, ég fekk Bjögga, vinn minn, við vorum að taka upp þáttum daginn. Já. Og þá er ég að tala við hann, í sambandi við það, ef ég er að horfa bíómynd, tvekja tíma bíómynd, og ég horfa hann alltaf, og ég er bara því líkt inn í myndinni. Mér finnst bara spennandi, skemmtileg, svo myndi búin, ég bara, fuck, þetta var ekki mynd. Ef ég fer síðan að pæli, en það var svolítið skrítið kannski að mér finnst það öðruvísi, heldur en að ég pæli svo meðan ég er að horfa myndina. Þannig að þegar ég er að horfa Scream, þá er ég ekkert að pæli þessu. Nei. Og það finnst mér að vera styrklegi á myndinni. Skilur, ég er ekkert að pæli eitthvað, okkur ekki DNA, bara okkur ekki fingur, eitthvað svona, eða þá, hvernig make þetta sense, ok, þessi tveir morðingjar býtu, hver draf þá Casey, hvar var það þessi? Ég er ekkert að ofugsa það á meðan ég er að horfa myndina, en það er alltaf að gera það eftir á. Og ég, þú veist, já, einmitt, að því að líka við höfum séð þessa myndir áður og þá er maður kannski að maður veit hver morðingin er og þú veist, þegar morðingin sést allt inn í eitthvað supermarket hérna, eitthvað, hver var það? Og af hverju bara lifður þeir að vera in broad daylight Já, hann sést það ekki svona í kælinu Jú, akkurat í speilmyndinni Speglast svona, hann eitthvað, og hann alltaf með þetta múf eitthvað Já, og svo er hann alltaf í einhverjum runna eitthvað, einmitt þú veist, þetta er bara náttúrulega fyrir okkur til að hafa, ok, þú veist hættan er alltaf til staðar en hann er greinlega fylgjast með þeim líka og líka bara því að þetta er alltaf svona pínu, ekki beint að gera grínast þessum myndum, en svona mér finnst þeir sem gera þessa mynd Wes Craven og svo Handelsundurinn sem ég finnst alveg skemmtileg penni þeir greinlega elska þetta mér finnst það alveg skín í gegn og það er alltaf svona atrið, þú sér Jason þú sér Michael Myers í ykkur runna hann er að fylgjast með, þannig að auðvitað var Ghostface að vera með í því svona ominously eitthvað, ég er hérna að fylgjast með en það er líka eitt sem ég langar að nefna í sambandi við að þú sagðir allir eru suspect og svona eitt sem ég tók sérstaklega eftir ég horfði á núna og þetta er í öllum myndunum og þetta verður svona pínu svona fyndið að það er allir svona einhvern veginn að hverfa kannski rétt hann að kemur svona killatri bara hvað herðu, ég glemdi hérna einhverjum kaffibótli þá með kaffibótla, þá var hann að hverfa sá að Já, einmitt, fólk er að bara einmitt að hverfa og svo veit maður ekki meira og svo mæti gósta svo sveið, það er mjög góð punktur og þú átt að halda á bara, já þetta var kannski þessi eða þessi þarna, tónstu eftir þessu? Ég, ekki fyrir hún segir þetta en þú veist, það er enginn eitthvað að halda hópin það er bara svona, það er morðingi búin að drepa 3 mannskjur í bænum og það er enginn eitthvað herði, ég veit ekki kannski að vera bara í pínu saman í kvöld. Nei, ég ætla að stökkuna í kjallarna í bjór, þú veist, ég ætla að fara þess að baka hérna og ná í þetta. Einmitt, þetta er rosalega mikið þannig. Mér er svolítið að finna það, ég tók sérstaklega eftir svona. Það er mjög fyndið. Ok, förum aðeins ekki hann að punta okkur. Hvað er næst þér? Ég er bara með punkt sem lýsir yfir aðdáun minn, eða svona, ekki aðdáun heldur, bara hvað ég elska lagið Red Right Hand mikið. Og það er Nick Cave? Já. Það er tvisvar í þessari mynd og tvisvar í myndum 2. Alltaf þegar ég heyri þetta heyri þetta lag í hérna útvarpinu þá hugsa ég Scream. Ég líka. Mér líður ógeðslega vel í hjartanu. Ég hlusta ekki mikið á Nick Cave. Nei. Ég er ekki geðugur aðdáandi. En ég tengi bara, ef ég sé þetta nafn, Nick Cave, þá hugsa ég Scream. Já, akkurat, það er rétt. Sem er náttúrulega geggjað. Já, akkurat, þetta ætti að vera bara svona, þetta er bara Scream-lagið og þetta er geggjalag. Það er geggjalag. Ég skrifaði eitt í það hjá mér. Mér fannst rosalega sniðugt hjá þeim þeir sem voru að gera þessu mynd að ráða alvöru
góðan leikara til þess að leika Cotton Weary. Já. Af því hann segir ekki neitt í fyrstu myndinni. Nei, maður sér hann bara eitthvað svona einhverju núsklippi eitthvað. Já, ég nokkuð svona að hann segir ekki neitt. Nei, einmitt. Af því að hann heitir Liev Schreiber. Já. Gaurinn, þetta alveg leikari. Ég veit, já. Og mér var svo töff að ráða alveg leikara. EFG kynni að það myndi gera framhaldsmynd og myndi eitthvað vilja nýta þann karakter í staðan fyrir að ríkasta eða vera með bara eitthvað svona bland leikara. Pældar ekkert í því? Ok. 96 áttara, veit ekki hver Liev Schreiber er, fattur þau? Nei, ég er þannig í dag. Í dag? Þú veist hver þetta er í dag? Já, ég veit alveg hver Liev Schreiber er en ég veist ekki að 96 hefði hann verið eitthvað alveg leikari. Þú veist, já, þú hefði verið ógeðslega auðvelt að ráða bara módel til að taka eitthvað walk-on part sem suspect number 1 einhverjur news. Já, emitt. Já, ég skil hvort að segja, það er sniðut. Því mér er þann eftirminnum karakter í alla þessum þremur myndum. Nei, ekki mikið í fyrstu myndinni. Nei, emitt, hann er mjög, hann er góður nefnilega akkurat í 2 og 3. Já, og 3. Já, hann er arguably svona, þú veist, já, besti leikarinn í, já, ég veit ekki. Hann er góður leikari. Já, en ég ætla líka að spyrja bara snöggt núna. Áttu einhvern uppáhaldskarakter í fyrstu myndinni? Fyrstu myndinni? Ég skrifa hjá mér að Ég er náttúrulega spennt að sjá hvað það segir. Mér Gail vera frábær karakter yfir allt fjórar. En í fyrstu myndinni ég ætla að setja Randy bara uppáhaldskarakterinn. Er það? Já. Ok, ég nefnilega elska hann til ég var yngri. Til svo sem myndi fyrst. Ég bara, hann er svo töff, hann er svona nördin, bíónörd eitthvað. Svo horfði ég á þessu myndi núna. Hann fer nett í töðunar. Hann fer nett í töðunar, ok. Nett í töðunar. Og ég var bara svona, ég kann betur að meta. Það er ógeðslega fyndið þetta sem er eldist og horfður oftar á þessu myndir og svona. Mér finnst Courtney Cox. Gail Weathers. Já, Gail Weathers. Hún er dröllu góð. Hún er svo góð karakter. Hún er líka með redemption arc yfir all 4 myndar. Sem er frábært. Algjörlega, og mér finnst hún bara sem leikona. Hún er ógeðslega góð. Að ég þekki hann alltaf best bara úr Friends. Reyndar í svona túra líka, fyrstu myndinni, hún var þar. En maður tengir þetta alveg við Friends karakterinn. Og mér er svo gaman að sjá hana í þessari mynd. Já. Að hún er svolítið bitch. Hún er mega bitch. En mál er hún púla. Já. Það er ekkert allir leikarar. Hún er ógeðslega. Sem geta það. Hún er mjög góður leikari. Hefur þú hort á Cougar Town? Nei. Ég horfði á þá þætti. Mér fannst, þú veist, hún er einhvern veginn bara, þú veist, hún er ekki Courtney Cox þar. Hún er bara svona hverfur í hennar karakter. Þú veist, þetta er ekkert eitthvað frábært þættir. En hún einhvern veginn er, hún engin Monica og í þessu líka, þú veist, það er ekkert sem að það er einhvern veginn Monica og Gail Weathers eða skilt, það er bara, þetta er allt annað karakter. Já. Þannig að já, hún er að leika þetta rosalega vel og þetta er ógeðslega góða karakter. Hún er ennlega heldur góð. Ég sé það alltaf betur og betur eftir að ég horfa oftar á þær. Það er bara eitthvað, vá, Courtney Cox er bara helviti góð, bara góð leikona og ég hef helviti gaman að Gail Weathers. Já. Það er svo mikið attitude í henni. Það er einmitt, þú veist, og hún bætir okkur við, þú veist, þegar maður er svona einhvern veginn, ok, jafnast þetta spennu og kemur allt í einhvern svona bitchy catfight eitthvað atriði, þar sem að hún er bara að vera líka svona einhvern veginn kona í þessu fíl, þú veist, hún er fréttamaður og hún er alltaf fyrst einhvern veginn að ná svörunum og spurningunum og hún er alltaf góð svona investigative journalist og svona cool feminismi og bak við það að vera að hún sé svona aðal fréttakonan í þessum harmleik í Woodsboro. Og það sem mér finnst líka töff við hana er að hún veit, eða hún trúir að Cotton sé saglur. Það er rétt. Hún segir bara við Sydney, bara ég held þú hafi ekki sagt rétt frá, eða þess að hún laug ekki beint. Nei. En hún alveg vissum það að hún hafi séð annan mann haldið þetta verið Cotton. Mér er svolítið töff að hún segi það bara svolítið stemmi myndinni. Já, akkurat, bara þú er ránt fyrir þér, það er rangumón ekki. Sem einmitt gefur manni svona, býttu, ok, þannig að morðingin af Maureen er hann þá laus einhvers staðar. Já, einmitt. Og það var líka svolítið kúl hvernig tengið það. Já. Bara svona, já, er hann eða þá laus og hún er fann að efast hún hefði bent á rétta mann og eitthvað svona. Já. Þannig að, já, ég skrifaði bara Courtney Cox neglutalutverk. Það er rétt. Gail er frábær karakter. Það böggar mig pínulítið ef ég bara má tala um alla 4 myndar. Það er einhver einustu mynd, alltaf eitthvað antagonism á milli Gail og Dewey. Já, ég var svolítið þreyttur á því. Maður er bara svona, þú veist, þegar maður horfir á allar að rauða bara, ok, þarf alltaf að vera vesen. Bara getið aldrei verið bara, ok, nú ætlum við að vinna saman. Þú veist, alltaf eitthvað svona smá í lokin sem að þið náið saman bara því að morðingin er á hælunum á okkur. Já, ég þól ekki að gera þetta í bíómyndum. Ég þól ekki eins og ég var að horfa á Ghostbusters, bara gamlu, 1 og 2. Ok, hún endar að þeir bara taka sig og búa gæjan hérna, Michelin gæjan og bara allar svo drauga, öll New York sér þetta
en svo byrja 2 þá þeir bara eitthvað að trúur sengin nei og bara, eru við komin aftur á byrjanreit og ég þoli það ekki ég verði ekki í Scream og maður sér þetta sérstaklega að horfa alla 4 að þau enda alveg í góðu, finnst mér akkurat. Svo bara strax eitthvað kýtingu Já, það aldrei eitthvað svona þú veist, eins og ég voru að tala að karakterin hennar þróast yfir myndar hjá sambandi þeirra alltaf eins, það alltaf eitthvað bara svona þú múst að skrifa bók ég ekki sáttu við það og veist, það alltaf svona geggja mikið fætingur eitthvað bara þú ert ekki lögga, ég lögga og hún eitthvað I wrote a book on this eitthvað svona það aldrei einhvern veginn hamingja í paradísi að þeim sko, það pínu perandi og það ekki fyrir í 4. myndinni þar sem þau eru saman Já, en þú veist samt í 4. myndinni þau eru verið saman, eru hjón og eitthvað en þau vakna allan saman Já, þau eru hjón, þú veist að má deilum hversu hamingjusamt hjónabandið þeirra en samt hann eitthvað bara Gail, I'll see you at home ekki vinnunni einmitt veist, og hvernig vill ekki fá hjálp frá henni og vill ekki involverna neitt, þú veist, ég veit ekki hvort hann að venda hana en með það, þú veist, það er bara svolítið svona þetta er konaðinn og þú veist, það hafi gengið gegnum þetta mörgusum áður þú veist alveg að hún einhvers virði þegar kemur að þið finna morðingan þú veist, ég veit ekki hversu mikið, en eitthvað Ég hef bara viljað sjá að þeir eru breytt aðeins dýnamíkinni á milli þeirra þeir eru búin að ganga genið í 1. myndinni og í 2. myndinni og í 3. myndinni og maður bara svona, jæja Getum við sleppt þessum dauða hrossi, getum við ekki lað með hann meira þannig að ég veist svona pínu endur taka sig það fyrir svolítið tröður mér Já, það bökar mig líka pínu Ok, næsti punktur Ertu með fleiri? Hefur allt blaðið fyrir Scream-ið? Nei, mér fannst Jamie Kennedy Randy sitandi að horfa á Halloween að segja, watch out Jamie behind you Jamie og meðan á morðingin að nálgast hann það bara cinematic snill ég elska þetta moment svo mikið af því að hann heitir Jamie og þetta er að gerast Jamie Lee Curtis og Jamie Kennedy eru bara að þetta í að vera myrt smá, já, það er bara með uppáhaldsatrunum mínum atriðið mætti kalla þannig að elska það Ok, þá ætlum ég svona að spyrja þig líka núna uppáhaldskill, er það fyrstu 2? Nei, það er Tatum Það er líka mitt Er það ekki? Jú, það er líka mitt Ég fór að hugsa, ok, fyrsta svona eftirminnlast fyrstu 2 Já, einmitt En uppáhaldskill mitt örugglega Tatum Ok, við vitum alveg að þetta er ekki hægt Ég veit það, en þetta er svo memorable og það, þú veist, bara einhvern veginn að sjá Garant Store, þú veist, maður bara, já, Tatum eða Crest, sko. Og reyna að skríði í gegn hana. Þetta er svo, þú veist, haldandi einhvern veginn, já, og einhvern veginn að því hún bara verður með gett attitúti, og ætlar að myrða mig, ég er bara dumb blonde típan í hvað bíómyndinni og þú veist, hérna. Og svo bara hvernig hún kremst undir. Já. Þetta krem ekki eitthvað svona brúðu og ég elska það. Já, einmitt. Það er ekki tölvu gert. Nei. Það er praktiklega effektar alltaf góður, sko. Það er, þú veist, í þessu útgáð sem ég sá, að þá er þessi 5 auka rammar eða eitthvað, ég man ekki hvað var. Þegar hún er drepin. Maður sér hausinn og verða svona concave, bara einhvern veginn að bygglast, basically. Það er frábært. Og líka bara hvernig hann stendur í bílskondum eitthvað, Ghostface, kveikir eitthvað á þessu. Ég mættur. Já, kveikir eitthvað á þessu. Það er eitthvað, ég drepa hann svona, ég ætla að prófa. Já, og mér finnst einhvern veginn, ég veit að það er ekkert skárra sting eitthvað. Nei. En mér fannst þetta að vera eitthvað svo ógeðslegt. Já, þetta er ógeðslegt. Ég heldur getur flúið. Nei, tjekka þessu. Og kremst hana. Já, það er líka upp á skil mitt. Já. Alveg klálega. En áttu vestakarakter? Vestakarakter? Þú ert bara eitthvað, bara stú. Fílar ekki stú? Þú veist, bara upp á það að bara hvernig getur verið svo mikil trúður en síðan haldi kúlinu og dreipi fólk. Ég bara veist það svo ótrúlegt. Ég verðs að meina það að Billy hefur örugglega dreipið flesta. Við vitum það ekki. Það er eitthvað listi, eitthvað official listi, ég var eitthvað að googla það en ég man ekki hver drap hvern akkurat. Já, ég held samt svona í minni útgáðu sem mynd á fyrstu myndinni, þá dreifur Billy fleiri. Já, akkurat. Ég er einhvern veginn að því að stú virkaði meira svona, ef þú segir, svona mjög trúður. En hann á svona eina setning sem ég elski sem mynd. Hvað er það? Það er setning sem ég og bróða minn notum oft svona í djóki. Ef við borðum yfir okkur, I'm feeling a little woozy. Já. Feeling a little woozy. Bróða minn borðaði svona eitthvað sex kleinringi og ég segi, var það gott? I'm feeling a little woozy. Það er góð. Það var ógeðslega nördalegt, en svona skemmtileg setning. It's a Scream baby, hann ógeðslega marga góða línur þegar hann er svo, já, það er alveg rétt. En einhvern veginn, já, Það er stú hjá þér? Það
það eitthvað meðan stú hjá mér, ég veit ekki. Já. Hvernig fílar Neve Campbell sem Sydney? Bara vel, ég elska The Craft. Ég elska The Craft. Í alvöru, Hafi, við vinkonum þar, við horfðum á Craft líka við hverju einustu helgi og svo vorum við heima hjá okkur að reyna að galdra og eitthvað, þú veist, líka bara fara með eitthvað svona incantations úr Craft. Ég dýrka Craft, Skít Úlrik líka góður í The Craft. Ég verði ekki neitt, ég hef ekki séð hana síðan ég sá hana bara 96. Þú þarft að sjá hana aftur. Ég leiði hana á vídeospólu. Já, einmitt. Mér fannst hún ekkit spes. Nei. En mér langar samt pínu að horfa hann aftur. Þú varst 13, þú veist, og þú varst strákur og þetta er alltaf eitthvað stelpur og kannski. Þannig að, þú veist, ég mæli með að horfa hann aftur bara upp á það að þetta er peak 90s mynd og hún er ekkert góð, fattar við. En er hún skemmtileg? Hún er skemmtileg, hún er þrælskemmtileg og það er, þú veist, ég var ógeðslega hrædd við hana sem krakkja því það er svona atriði í lokin sem er alltaf fyllt af pöttum og snákum ég var skítrætt við það, sko. Ok. Já, ég er svona, eins og segi, ég er alltaf mjög náttúrulega að tjekka hann aftur. Þeir líka eru að fara að gera nýja Craft. Nýja alvörunni? Hættu í mér, ok. Ég er nokkuð viss það, ég var að lesa það bara fyrir stuttu. Nice. En þetta gæti verið eina af þessum myndir sem að svona development hell bara endalaust. Gæti verið. En minn versti karakter í Scream 1 Gæti lengi að svara. Ertu ekki búin að ákveða þig? Nei, ég er ekki búin að ákveða mig. Nei. Af því að ég á rosalega auðvelt með að velja í hinum myndunum. Það er eiginlega, og ég þetta er svo mikið cop-out svar, en það er alltaf að ég kom með spurninguna, þannig að ég má koma með cop-out svar. Það er eiginlega enginn sem ferlega bara geða þetta í töðunum. Ok, Randi fyrir svona nett í töðunum ég myndi þetta aldrei setja sér versti karakterinn. Þannig að ég ætla bara að segja fyrir Scream 1 þá er ég bara sáttur. Allir karakternir eru góðir. Það, þú veist, og ég meina, ég má það alveg. Marki, já, þeir eru, þú veist, þetta er allt fínir karakterar, þú veist, Stu Febra mitt eins og með Randi og þeir bara fer pínlítið í töðuna mér og ég er svona, ok. En það er eitt karakter sem ég fíla betur og betur. Mér fannst Billy aldrei eitthvað miklu uppáldi á mér. Mér fannst Stu skemmtlegur, mér fannst Randi alveg skemmtlegur. Þess að ég tala um því ég var yngri, ég sá hana fyrst. Og mér fannst Neve Campbell alveg fín. Ég hef aldrei verið eitthvað brjálað fan. En hún er alveg fín í þessum myndum. Og mér er alveg skrítið að horfa skrýmynd ef við gera það eitthvað síðan sem er ekki með henni. En það er eitt karakter sem mér finnst lúmskemmtileg. Það er Tatum. Mér finnst Rose McGowan í þessari mynd mér finnst það bara heldur fín. Það er eitthvað við hana. Það eru Er ég klikkað þeirra? Nei. Tatum er þrælskemmtileg. Hún er náttúrulega skemmtileg. Þegar hún er þarna, bam, bitch went down. Bam, sit, super bitch, eitthvað svona. Það er ógeðslega skemmtilegt og þegar hún deyr og er eitthvað bara, oh no, you're gonna kill me, eitthvað hérna. Það er mjög gaman. Og ég keipti alveg þær sem vingunum. Já, algjörlega. Mér finnst alveg gott kemist um þeirra. Það er svona, ég fíla bara alltaf í. Mér fannst skólasturinn, ok, hann er kannski smá perri. En hann skemmtilegur. Mér fannst Kamurugurinn skemmtilegur. Já, Kenny, góður. Kenny. Gail, Dewey, allir þessi karakterar. Ég bara... Akkurat, og þú veist, Neve Campbell í fyrstu myndinni, Sid er, þú veist, að því hún er svo mikið hérna virgin í byrjunni og hvað, þú veist, og svo þegar hún er í lokin bara, fuck you both, ég elska þá línu, það er bara uppáhaldið mitt, þegar hún er bara, þú veist, orðin pínu badass og eitthvað, og kemur og... En hún er líka fyrir myndinni. Þegar hann hringir henni... Nei, þegar þær hringja í hana. Já. Þegar hún leggur sig eitthvað heima þessar. Já. Hún er strax meðal aðtúnd, ég fílaði það. Já. Hún er bara eitthvað, ég horf ekkert að rilsmyndir, alltaf stúpid. Já, fer út og er eitthvað, Já, hvað er ekki núna, borður eitthvað nefið, hvað er ekki núna? Hún er ekki með þetta victim mentality eitthvað. Nei, ég held að það sé stór ástæða fyrir ég fíla, því hún er ekki eitthvað, ég veist hvað við, hún er ekki eitthvað svona klassíska. Hún fer og lemur Gail í andliti, sem er okkur gott. Já, það er alveg gott. Akkurat, en af því að hún er þessi erketýpa, að vera the virgin, vera the final girl, og þá er maður svona ok, þú átt að vera á ákveðin hátt en svo er hún bara algjör motherfucker. Það er rétt. En ég er búið með mína punkta. Já, eina sem... Áttu bara heila blaðsíðu þess? Nei, ég var bara með eitthvað stúpid Sharon Stone er nefnd 4 sinnum í myndinni. Ég get ekki skilið af hverju. Þeir eru að tala um Basic Instinct. Og svo eitthvað, your mother was no Sharon Stone. Já, ég loki alveg rétt. Þú veist, já, en ég nota þetta hjá mér og mér fannst það svo fyndið, ég bara, why? Ok. Ég var að fara í 2. Ertu búið með fyrstu? Ég er búið með fyrstu, þú veist, já, ég
hef ekkert miklu við að bæta. Nei, við erum saman að hún best. Hún best. Af því að hún líka svo mikið genre, svona endur skilgreinir þessu genre og gefur nýtt blóð og þú veist, snýr öllum venjum á haus og kemur manna óvart og skilgreinir 10. áratuginn svo mikið. Ok, þá ætti ég að spura líka í framhaldið þessu fyrstu myndinni. Það varð svolítið svona kom önnur bylgja af svona slassamyndum. Já. I Know What You Did Last Summer, Urban Legend, svo aðeins einnig kom mynd sem myndir Valentine, Denise Richards, sástu hana? Nei. 2001. Ok, þú sástu Urban Legend. Já. Og I Know What You Did Last Summer. Hvernig fílar þessi myndir? Sko, I Know What You Did Last Summer og Scream voru bara svona einhvern veginn Hlið við hlið. Já. Þetta svona, að þetta á þessum tíma kemur út þegar ég krakki og þetta var sýnt í ammælum og sleepovers og svona, þá þetta eru svona fyrstu slassamyndar eða svona trillimyndar sem ég sá. Þannig að fyrir mér hafa þær svona smá pláss í hjarta mínu þú veist, Scream sé töluvert betri en I Know What You Did Last Summer. Þá einhvern veginn Þið þykir vænt það líka? Já, ég hef gaman að þykir vænt það. Ég nefnilega horfði á fyrir ekkert svo lengur síðan. I still know what you did last summer. Veistu það? Já. Mér finnst hún æði. Finnst hún æði? Já. Mér finnst hún æðisleg. Ég skammast mér ekkert fyrir það. Okay. Jack Black var þarna, sem eitthvað svona rastagaur, eitthvað Jónugei. Mér finnst það skemmtilegur. Það eru geggi kill í henni. Það er eitthvað voodoo bullshit storyline. Já, en þetta líka gerst, málið ég vil viðurkenna það. Ég skal viðurkenna hana. Ég alveg sökka fyrir myndum sem gerst út í raskati og það over og karakterinn fastir þarna. Já. Og mér finnst þetta alveg skemmtileg mynd. Hún er alveg skemmtileg. Ég man eftir ógeðslega, ég mun aldrei gleyma hana ljósabekkja atriðinu. Ég mun aldrei glemma því heldur. Nei, en einhvern veginn, já, svona slæm. Mér finnst hún heldur góð. Mér finnst hún betri en fyrsta. Þið finnst hún betri en fyrsta? Já, mér finnst hún skemmtilegri. Já, ok. En mér finnst Scream samt skemmtilegri. Ok, ef að fara í 2. Fyrir mig 2. Ok, hvernig fílar hana? Þú segist láta 4 fróan hana. Sko, stór ástæði fyrir fíl ekki 2 er byrjunaratriðið. Ég meika ekki til byrjunaratriðið. Af því að þú veist Hvað fílar ekki við það? Í bíóinu? Fyrir fyrsta, að þú veist, þau eru með núna í hinum, einhvern veginn, þú veist, ég á von á að sjá stelpu sem svo síman, þú veist. Já. Svo er þetta fólk í bíó, ok. Alltaf, fólk í bíó, það var mér, cool. Þau eru á einhverju sneak preview sýningu af Stab, sem maður hefði haldið að vera kannski, þú veist, einhverju svona fólk sem vinnur í stúdíunu eða fólk þeirra, eitthvað, ég veit ekki. Ok. En þetta bíó er stútfullt af hálfvitum og þú veist, ég bara fyrirgef, Allir í búningum. Allir að kasta poppi og öskra og hoppa og hlaupa út um allt. Þú veist, ef ég myndi vera í bíó á sneak preview sýningu sem ég fekk einhvern veginn miða og bara yes, þú veist, og allir vera að haga þessu svona í bíó, ég myndi trillast og ég veit að þú myndi líka trillast af því að þú ert með bíóreglur, þú veist, ég bara, þetta fer fucking töðra mér, að fólk hægir sér svona í bíó og, þú veist, ok, það var eitthvað með það að hann þurfti að drepa fólk sem hét Maureen og Steve. Já, hann vildi svona tengja eitthvað við, hann var að drepa í sömu röð. Já, bara upp á fyrstu 3 samt, en ok. Já. Og hatrið á klóstinu, þegar hann dreif mannin á klóstinu, það böggar mér svo mikið. Hvernig vissi hann að maðurinn var með eirað upp á stallinu? Og gæti bara akkurat fundið rétt staðinn. Þú veist, þetta get ég ekki suspend my disbelief. Þú getur ekki fyrirgefið þetta? Nei, ég bara, þetta var náttúrulega gert grína þessu í Scary Movie eða Scary Movie 2 eða eitthvað, þú veist, bara eitthvað stingur hann í gegnum eitthvað bathroom stall, þú veist, ekki einu svona glory hole, skilur þú? Það var það sem ekki glory hole það var í glory hole í Scary Movie, já. En er ekki Scary Movie búin að eyðileggja pínu? Kannski, jú, kannski. Að ég skil gott við, þetta er líka ekki alveg í takt við þessu fyrstu myndina. Einmitt, og eitthvað svona, þú veist, ég meina, ok, gott að vera með trópið að svartigæðin deyr fyrst, eitthvað, já, fínt, en bara það, allir í bíónu sem mjög fáið það baka mér svo mikið. Ok, ég er bara, þegar ég sá þessu mynd fyrst, í svona bíó, og ég hugsaði mér, ég er 14 ára, og ég hugsaði mér, vá, þetta lítur svona geggjusýning. Það sem ég hugsaði, 14 ára. Já, vitlust þá. Já.
og ég bara, þetta er úkslega gaman fá allir búning þegar koma myndina væri ég til að sita í bíó og horfa á myndina í gegnum þessi hérna litlu göt bara, nei, ég held ekki nei, en þetta er það sem 14 ára Hafsteinn sagði hann var bara, ok, þetta er geðveitt og gefist búning og það er allir með eitthvað svona djókníf og eitthvað gaman fyrir 14 ára Hafsteinn, já, mega gaman og svo horfa hann í dag og ég er svona, ég bara ætla að djóka ég er í geðveikur þetta er hundleðlið þarna í bíónu og það finnst þetta mjög töðunar að vera að fólk er að borða poppuhlana mig í bíó hvað þau allir væri með eitthvað grímur og eitthvað þannig að ég er alveg sammálaður mér finnst að þessi slíkt þetta er subpar atriði já, það er það ég myndi segja að þetta væri nei, reyndar ekki, ég ætla að fara að segja þetta væri lélasta skrýmbyrjunatri það er lélar í 4 hata þetta þitt álit ok, þú ert ekki sammálaði en ég get sagt þér eitt skemmtilegt sem 2 ég kaupi þennan búning hérna ok, þetta er ekki búningur, þetta er gríman ég kaupi þetta út í Flórida já. Það var 98 já, þá kaupi ég þennan búning og við vorum með leiðum hús á Flórida okkar fjölskylda, mín fjölskylda og önnur fjölskylda og hann var svolítið gana að segja frá sér og hún var komin á vídeospólu út á Flórida þannig að hún hefur verið sýnd fyrir í Bandaríkjunum í bíó og við gáttum lykt hana og ég var búin að sjá hana og ég elskaði hana og ég bara, hei, leiðum Scream 2 horfum á hana, við fórum á Blockbuster þegar það var til, leiðum Scream 2 og ég var búin að kaupa hana búning og ég var búin að ákveða djöfull ætla ég að ná, ég hef aldrei sagt þetta nei. Djöfull ætla ég að hræða alla sem voru að horfa á þessa mynd og við vorum með 2 sófa og þetta voru 4 fullorðnir og 4 krakkar eða eitthvað, 4-5 krakkar og vorum öll að horfa á þetta og ég fer 14 ára gamall og ég hugsa með mér, ok, ég ætla að fara akkurat núna, ég ætla bara aðeins á klósettið eitthvað og ég ætla að fara að ná í búningin hann var efri hæð, það var 2 hæðum þetta hús og ég labba upp og á móti mér tekur manneskja í fucking búning veistu það mér brá svo ég held ég var aldrei að mér verið svona hræddur þetta var svo gott á mig þá hafði konan vinkona mömmu ákveða að rekja mig þegar þú ert á leiðinu að fara að gera þannig að hún skrappi eitthvað frá ég man ekki hvað hún var að gera, ég pældi að hann ekkert í því ég held bara hún er frá klósettið eða eitthvað þú að plana rekki þinn og hún var búin að fara í búningi með grímuna og hún stóði miðum stiga en málega henni bara líka af því hún vissi ekki að frá að koma en ég var alltaf ekki í búning en allavega, þetta var ógeðslega fyndið og þetta var svo gott af mig það er mjög gott alltaf þegar ég horf á Scream 2 þá hugsa ég þetta moment í húsinu á Flórida þetta er svona útúrdór þetta er góður útúrdór, þetta er mjög gott að hafa þetta í Screamið með það ég er með fleiri svona skemmtilega Scream sögur en þetta ég vil heyra það alltaf en ok, hvað varstu með þess að meira sem skrifa niður? Býtum við samtum hana hvað er annars þetta eftir hug? sko morðið á Maureen henni hérna Jada Pinkett Smith það er ógeðslega góri og það var alltaf að bögga mér rosalega mikið að hún er bara myrt hann í bíóinu sem er greinlega með kveikt ljós það er svo góð lýskan henni og allir bara horfa á þetta og þú veist, svo kemur ljós seinna að halda allir að segja publicity stunt ég myndi halda það líka myndi þú halda það líka? Já, ég alveg tala þannig að það er fyrsta fálið, ég skilða það alveg en ég hugsa að ég gera þessa sýningu allt brjála, allir með eitthvað fake nýfa svo kemur einhver svið eitthvað, mér myndi aldrei þetta í hug þeir eru búin að gefa út, já, þeir eru allir með búninga og allir þurfa að láta ykkur svona drauga fljúa yfir salin, af hverju ætti stúdíóið sem leifir þetta ekki líka bara að leifa að drepa mannsku, já, kannski en fannst þetta alveg fárlega? Þú veist, ég hef alltaf bara svona klóra mér höstum mér og bara, er engin eitthvað bara, hvað er í gangi þarna, þú veist, og svo kemur ljós, lokin er fólk eitthvað taka sér grímyndar og horfa, hvað? Já, þeim er eiga það allavega en það er síðan klift á atriði, hún liggur bara dáin, svo klift og við sjáum ekki meira þannig að væntanlega hefur fólk hlaupið upp til hennar þannig að ég ætla að leyfa að slæta með þetta ok, já, einmitt, þú veist, þetta er ekki þeirra sem að ég er svona, að því ég klóraði mig mikið höstum yfir, hvað er best að killa í þessari mynd, að því að þau eru ekki frábær þú veist, ég las hver ástæðan á baku það er að Columbine morðin voru nýskeið eða bara rétt nýskeið þegar að vera að taka þessu mynd upp Nei, það var fyrir þriðju, held ég Var það fyrir þriðju? Já Var það ekki fyrir þessa? Nei, því Columbine gerist 99 99, ok, Já. Okay. En það, einmitt, við ræðum það að settir okay. Það útskýrir margt fyrir í þriðju Já, þú veist ég hugsaði hvort að mér finnist
morðið hennar vera mest uppáhaldskynlið mitt í þessari mynd, en nei, af því að þú veist, ég var svo erfitt með að gleypa þetta, það væri engin eitthvað, what the fuck, hvað er í gangi? Ok. Þannig að þú ert ekki með uppáhaldsmorð? Ég er með uppáhaldsmorð, lögga nr. 2, Richards, Detective Richards, er það... í bílnum, hann er impaled í gegnum ennið. Já. Þú veist, ég er svona, ok, þetta er dálítið brútal, þú veist, já, mér er drullu saman karakter, þetta er ekki heitum, þú veist, en bara því þetta er eitthvað annað heldur en stabund og þá er ég bara svona, ok. Og líka, hann er ekki bara skotin eða skorinn á háls eða eitthvað. Það er líka heldur vel gert. Það er röri fyrir gegnum hausun á honum og ég ætla bara að segja það strax núna. Það er uppáhaldsatriðið mitt í Scream 2. Það er uppáhaldsatriðið. Já, bílatriðið. Mér finnst það geggja. Það er svo spennandi. Já, það er spennandi. Mér finnst það ennþá spennandi. Og ég er allan tíma bara, oh my god, hlöftu, nei, þú veist, en það er ógeðslega spennandi, bara svona heart pounding, bara, þú veist, hún þarf að klifra yfir morðingjan í bílsætinu bara. Já, og þú ert með þessa grímaður, þú sérð ekkert hvort það sé meðvitundið ekki. Þannig að mér veist það ekki, þegar hún skríður hann yfir hann, svo þarf vinkonan líka að gera það. Ég samt hefði gert eitt, ég fór að hugsa um núna, ég var þarna. Það sem ég hefði gert, og ég var bara svona, Sydney, okkur gerðu það ekki. Ég hefði klifrað yfir. Og ég hef bara tekið því að byssan hjá löggunni er á húddinu. Já, ok. Ég hef tekið hana með á Ghostface, tekið grímuna á honum. Skotið hann aldrei. Ok, ég kannski ekki alveg myrt hann strax. Nú. Ég myndi leiðinu njóta vaðast með það. En ég myndi alveg að segja hann, drullar á bílnum. Núna. Ef þú bara með eitthvað hníf, ég er með byssu. En þá er það myndi búin og það var ekkert skemmtilegt. Það er rétt. En ég leiði mig njóta vaðast með það. Að því líka, mér finnst það töff, hún sleppur, Sydney, fimm vinkonu sinni, og hún segir vinkona ég er ógeðslega ánægð að hún segir það hún segir, veistu það, ég verð að tjekka hver þetta er að þegar ég veit hver þetta er, þá getur þetta bara búið að því að það er bara hleypið burtu þá ég verið byrjað svona, come on stelpur, ætla að gera þetta en hún fyrir tilbaka, en þá ætla hann horfin klassíst, og þá var það vinkonuna sem að deyr mér veist allt það atrið, það er uppáðsatrið já, einmitt, þú veist þannig er ég svolítið svona, ok, screenwriter stúpid karakter hérna, auðvitað hefði það bara að hlaupa, þú veist, bara venjulegt fólk en ég skil Sydney að því að þú veist já, þú fílar ekki skildi fara tilbaka þú veist, já og nei, ég er svona þú veist, auðvitað hefði maður bara hlaupið ég hefði ekki gert það þú hefði bara þurft að vita hver það var já, af því að hún veit hver það er hvernig gerði það ekki bara þegar hún stóð þarna já, það er endur að ég segja það líka fyrst hún hefði átt að gera það hún er byrjuð eitthvað og þú veist, svo er hún ítur átt á flautuna eitthvað það er enda rétt. Já, ok, ég verði að minnast á, ertu með eitthvað punkt, viltu vera endan? Ég sagði, þetta er sem ég sagði það, elska bíladriði, eitt af hennum uppáhaldsatriðum í allir Scream-seríunni, bara punktur. Wow. Og, já, ég skrifaði líka, Mickey er eitt af hennum uppáhalds-Scream-morðingjum. Já, hann er góður. Mér finnst hann æðislegur, ég finnst það elska hann leikara. Já. En mér veist líka að hann er svolítið svo billi maður er bara strax bara góð þessir ógeðslega grunnsum bara auðvitað er hann morgin maður er bara já en svo hugsa maður nei ok, býtum við kannski er eitthvað verið Jerry O'Connell er svo super non-threatening kannski ætlar ég hina áttina núna og gefa okkur ógeðslega húlsum Amerikan gæjan og láta hann vera morgin en nei, Timothy Olyphant er alltaf bara hann bara lúkkar eins og morðingi í þessar mynd og hvernig hann leikur hann og allt svo leys en mér er samt töff og mér veist hann svona, hann er svolítið mikill psycho hann er svolítið mikill psycho killer hann var ekki verið en ástæðu, hann var bara eitthvað hann bara, þú veist, hún fann maður Craigslist og bara, ég bara, myrðum fólk einmitt og Jerry O'Connell í þessar mynd málega, mér finnst það allt til að leikari en hans karakter, Derek þetta er minn versti karakter í Scream 2 mér finnst það ekki skemmtlur mér finnst það líka svo boring eitthvað hann er svo mikill Mr. Perfect hann er að læra af læknir hann er sætur, hann er bara eitthvað ógeðslega góð við Sydney og hann er eitthvað lambda beta, eitthvað æða frá törniti dótana. Já, hann er svo mikið apple pie og bara, vanilla. Haffi þetta atriði í kaffeteríunni með söngin, hvað er þetta? Ég hef líka hana. Þú hefur gaman af því? Já, það er þú veist, ok, það er bara ástæðan fyrir mér fyrst tvö ekki spes er bara þessi atriði og byrjumöldri bara, þú veist, það er margt sem ég bara ok, en ég get sagt það, mig mynd alltaf þó ég sem búin að sjá hann oft mig mynd alltaf hann hefði beðið hennar wow, mig myndi það það var svolítið sún, en ok
Ég líka að djóka í Guðni, þú varum ásmynd, ég sagði Guðni, á hann atriði byrjaði. Ég sagði, fylgstu vel með þessu atriði, ég leggt sem gerðu þið. Og þá að djóka, ég myndi syngja sem fyrir hana og biðja hana síðan fyrir framan og marga. Vá, hvað ég myndi borga pening til að sjá það gerast. En svo tók hann bara stafina sína, eitthvað að fraternity dæmi. Ég var búin að gleyma því. En svo er hún með stafina í krigum hálsinn í 3, allan tíman. Já, ég tók samt ekki eftir, ég fattaði ekki fyrir ég las á trivia og nákvæmlega. Þannig að hún og Derek eru for life. Sko. Já, en mér fannst alveg sorglega þegar hann deyr. Já, ok, já, þú veist, hún er greinilega mjög sætt yfir því. Já, og svo, hvað? Þú fílar ekki 2? Nei, ég fíla ekki 2 af því að líka þetta að hún sé í þessu school play þarna Ariadne, nei, hvað er hérna hún leikur Cassandra og þetta er allt svo dramatist og með grímur og eitthvað, þú veist, ef ég væri traumatæst eftir að hafa verið næstum í myrkt þegar ég var 17 ára þá var ég eitthvað, já, ég veit ekki þú veist, það er bara rosa margt þess að með þessi baka mig og þetta að hún sé í school play er bara, þú veist verði í skúlplay og allt það, en þú veist að gera það hluta af myndinni og að hérna endurinn sé þarna þessu sviði það fyrir töðunar þér það bökum við dóldi bara, þú veist ég er kannski með eitthvað svona eitthvað prejudice fyrir hennar bara, það er margt sem er baka mig þú greiðlega fílar ekki svo vel ég en ég fíla hvað Cotton er fucking creepy Cotton Weary er að selja mér þessa mynd svolítið að því að þú veist, maður er bara ok, þannig að morðingin, ég skil, hann er bara obviously morðingin. Hann er rosalega grunnsalegur. Hann er ógeðslega grunnsalegur, nefnilega, og þú veist, ég meina, jú, eitthvað pirrandi fréttakonan, maður er svolítið svona, ok, þú mæta svolítið ofta svæðið, þannig að ég þarf greinlega að fylgja svolítið með þér, það er ekki að vera að fara eitthvað súpilegt með það, en einmitt, Cotton Weary, maður er bara, ok, þú ert eitthvað predator og þú ert bara hættulegur og hvernig hann hagar sér líka við Sydney og var þetta ekki bókasafn og hann bara eitthvað svona grípur í hann og eitthvað svona ógeðslega predatory geðveikt ógnand já ef þú ert eitthvað þú veist nýsloppur og fangilsi fyrir að vera ásækjar morð og ertu bara glaður fórnarlambsins þú veist, þú ert ekki eitthvað Kondi, Nancy Drew, nei, hérna, hvað er það Sydney hvað fátt Diane Sawyer, já hvað, þú veist nei, þú kannski ringir innan nokkur sinnum og ég skal borga pening til að mæta í Diane Sawyer með mér. En fannst þið samt ekki hún geta sagt við hann bara, herðu, ég fokka þessu skilur, ég benti á þetta á þig ég skal koma með þér inn á þátt, ég fíl ekki fjölmiðla en ég skal koma með þér inn á þátt mér varst það pínu svona skrítið hún er svolítið bara svona, sorry með mig by the way hérna, ég var ásakað með orð eitthvað. En í lokin þá kemur svona callback í þetta aðrið þegar hún segir bara eitthvað, herðu bókum hennar þátt og mér finnst Cotton Weary, hann svona redeema sig í endan og ég er svo ógeðslega fegin að hann var ekki gerðar á vondakallin í 2 eða 3 ég fílaði það já, það er alveg næst að hafa svona bara hann var alveg góður allan tíman þó maður sé svona í lögjum bara ætlar hann að vera vondur? Nei. Og ég fíla líka að Sydney segir endan hún segir allir fréttamenn eitthvað hvað gerðist? Og hún segir eitthvað, þú ert bara að tala um Cotton hann er hetjan, því hann vildi svo vera frægur og bara he saved me og upp á skilið mitt samt ég sagði hann ekki upp á skilið mitt í 2 okay. Ég er þetta að elska að löggudótið og það atrið upp á atrið mitt en það er ekki upp á skilið mitt Nei. Upp á skilið mitt er það að Cici er drefin Sarah Michelle Gellar Já, ok Ástæðan fyrir því er að mér finnst eitthvað svo brútal við það að henda annari manneski niður úr einhver mikilvæg hæð hendir hann henni niður úr glugganum hann stingur hana og svo hendir henni niður og hún lendir bara á stjettinni mér finnst bara eitthvað svo ógæst til það mér fannst það svona að það hendur okkur balkoni og nei, hún lendir bara á stjettinni öskrar eitthvað þarna það er búið stingan samt og hún er búin að fá svona glæðbrót já en það er mitt uppáhaldskill í nummer 2 þú veist, með þessu uppáhaldskill ég er svolítið að leita af gore og eitthvað sem lætur þetta standa svolítið út sko. Og líka, þú veist, af því þetta er Sarah Michelle Gellar, þetta er The Slayer Buffy hefur við rætt hvað ég elska Buffy the Vampire Slayer mikið? Nei, ekki rætt það kem því á framfæri hérna, ég elska Buffy the Vampire Slayer ok, þannig að þetta var sárt fyrir því að sjá þetta sárt, það er bara svolítið áhugavert að sjá hún sem ekki badass motherfucker í sjónvarpi hún er bara unkillable líka við, þú veist, það er búið að drepa hana 3 í þáttunum og hún bara deyr ekki þannig að, þú veist, þetta er svolítið fyrir okkur Buffy fans að sjá, þá er þetta alveg ok, þannig er hún bara victim eitthvað og mér finnst þú líka alveg fín mér finnst það alveg fín leikuna þetta er góð leikuna og ég fíla alveg hennar
karakter, Sisi, hún var líka eitthvað nörd, hún var í einhverjum svona bíómyndaklúbb hana. Mér finnst það samt líka eitt í þessum myndum. Það er allir eitthvað bíófans. Og mér finnst bara stundum ég ránkvælu augunum. Eitthvað svona, já, framhaldsmyndi, hvað besta framhaldsmyndi, það er þessi. Og eitthvað svona. Öll þessi sequels umræða, þú veist, ég meina, ok, það er alveg fínt, þú veist, að vera self-aware sem kvikmynd er allt gott að blessa, en þú veist, getum við tone it down a little bit, skilur við. Og þetta er einum og eitthvað svona, það eru svo margi sem eru svona, ekki movie buffs og þeir eru bara að vita allt bíómyndir og eitthvað. Og ég veit ekki hvað þetta er í einhverjum bandarískum skólum. Nei. En er alltaf eitthvað svona cinema club? Mér finnst það hæpi. Mér finnst það sé bara í bíómyndum. Já, einmitt, af því að þú veist, meira segja þú veist, ég er búin með námi kvikmyndafræði. Við vorum aldrei eitthvað, sátum aldrei í hring og ræða hvað er besta sequelið. Við vorum ekki í sequels 101 eitthvað, þú veist hvað. Þú veist, ég fór í áfanga sem heitir vísindaskálskapur í kvikmyndum. Þú veist, það var eina svona genre, þú veist, umræða sem við áttum og við horfðum bara á okkur svona mjög seminal sci-fi myndir. Já, en þú veist... En aldrei svona? Nei, ég var aldrei eitthvað svona hópumræði, þú veist, ekki hana, við vorum að tala Lars von Trier myndir og þá myndast leiðilega hópumræði og eitthvað svona, þú veist. En ekki misskil mig, ég er alveg til í að fara í eitthvað svona... En að allir séu eitthvað... Já, þá er allir eitthvað svona, eitthvað voða nördar og allir vissi rosa mikið í bíómyndir. Það er allir bara... Já, og það er eitthvað í öllum myndunum. Það er allir, já. Ok. Ég var með punkt þetta söngatri. Er verið að gefa sitt þessu Meg Ryan mynd sem hann langaði svo mikið að vera í eitt, þú veist. Og hann því hún bara, I wish you could be Meg Ryan in a movie, eitthvað, þú veist. Já, þú meina það. Eitthvað, er dálítið verið að gefa henni break, bara smá romantic comedy fyrir þig. En hvað fannst þér, af hverju hattar þetta atriði? Fannst þér brastanlega? Þetta er bara, þetta er heilsumynd og svo kemur eitthvað svona, ég er bara á erfitt með það. Ok. Þannig að það er það atriði, leikúsatriði, byrjunatriði, ok, ég skil vel. Af hverju situr hún ekki bara á botnin? Djöfull lítur að hata 3. Fucking umuleg, ég get ekki sett þess á botnin, Patrik. Af því, þú veist, hún er ekkert eitthvað, 2 er ekkert eitthvað versta mynd sem ég séð. Ég er bara feelingi. Nei, ok. Og þú veist, ég bara feelingi. Já, en ef þú þurftir að giska, ég skrifa þetta bara niður, ég veit ekki hvort þú veist það. Hvort er þessu drefnir fleiri í 2 eða 1? Það eru fleiri drefnir í 2. Veistu hvað er margir drefnir í 2 og margir í 1? Ég held að það eru 7 eða 8 í 1 og 10 í 2. Vel gerst. Ég skrifa þetta niður með hann. En má ég spyrja þig einu? Tókstu eftir hvað skorið fyrir myndina? Það virkar svo miklu eldra. Og það virkar, já, það virkar pínu Lynchy. Það minnir mér svolítið á Twin Peaks. Ég sá alveg Twin Peaks. Nei, ekki heldur. Þú veist, ég veit að uppástefið er bara ding, 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 eitthvað svona mjög einfalt gítarstrengja eitthvað svona. Og þessi mynd er með skor sem er ógeðslega svipað á köflum. Þetta er svona sami gæi? Sami kompóser? Sem gerir fyrir 1? Já, ég veit það. En bara skorið er bara einhvern veginn, það er svo weird eitthvað. Stundum kemur bara svona geggjað svona einhvern veginn normal horror einhvern veginn tónlist svona, já, svona einhverjar strengir og svona eitthvað, en svo inn á milli kemur þetta svona melodrama þú veist, einhvern veginn, já. Ég verði ekki með það, ég tók ekki eftir því. Nei, ég tók eftir þessu að því ég var einhvern veginn. En það er eitt sem, að þú ert að tala um skor, af því að gæðin sem gerir tónlistina, Marco Beltrami, sem þetta bara einu af fyrstu myndum sem gerir Scream 1. Já. Svo maður sé þetta nafnal oft í fleiri myndum eftir Scream. Ég nokkuð sem það að hann samdi ekki stefið í leikhúsinu þegar hún er eitthvað að leika þarna. Já, nei. Ég held að setja Danny Elfman. Þú heldur að setja Danny Elfman sem gerir það? Ég er ekki 100% viss, en mér finnst eins og ég hafi lesið það. Þér finnst þú að lesa, ok. Já. Og þetta er svolítið líkt, það getur að tala mikið um svona bíómyndaskor, þetta er svolítið líkt byrjunarstefinu í Dead Presidents, sástu hann ekkert sjá? Og Danny Elfman samdi, ég kannski sé eitthvað algjörð kjafta núna. Kannski, þú veist. En mér minni það, slögum svo svona svipuð. Já, ég bara man ekki eftir. Nei, en ég ætla eftir þáttur að googla það. Ok. Ég held þetta eftir mér. Ok. En mér finnst það alveg töff, mér finnst gaman þeirra tónskáld koma inn í kannski eitthvað eitt atrið. Að því tónlistin þar er aðeins öðruvísi en restina myndir í. Ok. En ég veit ekki það, ég tók ekki eftir því að skori var eitthvað öðruvísi. Nei, ég er bara að skrifa það með skori virkar mun eldra og Lynchy. Ok. Eða Lynchyan. Ok. Ertu með fleiri punktu að vera 2? Nei. Ok, þú vilt ekki tala meira hana. Ok, ég skrifaði samt en eitt. Það var eitt punktur sem ég kom ekki með, fyrsti punktur minn. Ég skrifaði, furðu góð með það að hún kemur út bara tæp árið seinna.
Já, miða við að vera greinlega snögt production og þú veist. Og pælda sig í því, þær voru að þéna pening á sama ári. Scream og Scream 2. Já, það er alveg pínu magna. Það er pínu cool. Ég man bara ekki eftir öðru. Ég pælu svo lítið svona. Nei, ok. Já, ég varst þú búin að lesa að endurinn Scream 2 hefði verið endurskrifaður af því að honum var leikið á neti? Já. Nú man ég ekki lengur hver hafði átt að vera. Það átt að vera Derek og Hallie. Vinkonan, kærastan vinkonan. Já. En ég samt svona því að lesa eitthvað svona á netinu. Hvað er lag út, þeir breytt eitthvað. Það er eiginlega bara eitthvað svona, er það? Já, þú veist, það stendur eitthvað fyrsta myndin sem supposedly lenti því að vera leikja á neti því að netið var svo nýtt og eitthvað. Já, en það var víst upprunalega móleikindi, þau tvö. Já, akkurat. Ok. Erum við þá búið með Scream 2? Við erum búið með Scream 2 fyrir mér. Ok. Sko, Scream 3 er meira hlutin að sefla sig og það er í sko öllum könturum. Ég hafði mikið um þess að mynda að segja, ég veit ekki af hverju að hún er svo leiðileg, en kannski af því hún er svo leiðileg, ég elska að tóka leiðilega myndir. Ok, ég verð það samt að gefa respekt fyrir það, þú handskrifaðir. Já. Er þetta ekki alltaf handskrifað? Jú, þetta er handskrifað, komin er. Ég meina þetta ekki eftir 12 og svona. Ertu með 12 opna þegar þú ert að horfa á Scream? Nei, ég tek punktana eftir myndina. Já, eftir myndina. Já, ég meldi hana aðeins, fyrir svona yfir mína helstu punkta. Í skólanum vorum við alltaf bara að glósa myndir með það voru í gangi. Já, ok. Þú skrifaði þetta allt í myrkri. Þú ert alveg lögulega afsökuð fyrir að hafa glósað með horrormyndina. Já. Ok, Scream 3. Já. Við erum að bæði saman það að hún er umuleg. Hún er ekki góð. En finnst þú samt leiðileg? Leiðist þér að horfa á hana? Nei, mér leiðist aldrei að horfa á Scream-myndir. Það er bara alveg hreinu. Mér finnst Scream allt skemmtilegt. Já, nei, mér finnst hún ekki leiðileg. Ok. Hún er bara svo leiðileg. Já, hún er ógeðslega leiðileg og hún líka, mér finnst hún verða verri og verri. Já, og mér finnst hún líka forgettable. Þú veist, þegar fólk er eitthvað svona, hvað er uppáhaldsgreimyndið? Já, eitt er góð. 2 er svona, ok. 2 er góð, Nanna, 2 er góð. Ekki vera þessi típa. 3, þá er ég svona, hvað var 3 aftur? Ok, ég manna, McDreamy leikur í henni. McDreamy, Patrick Dempsey. Já, Patrick Dempsey og Scott Foley. Þetta er svo mikið shift yfir í, þú veist, einhvern veginn samtíman. Af því að Patrick Dempsey og Scott Foley eru bara svona vel gildir leikarar í dag. Á meðan að heitir allt svolítið bara svona 90s lið sem á bara heima in the 90s. Jenny McCarthy. Já, Jenny McCarthy, ok, kannski ekki alveg. En hún er ræðileg í þessar mynd. Ég veit hún er ekki mynd leikona, en ok, fílaði þú hana? Ég fíla ekki mikið þessar mynd, en Jenny McCarthy, þú veist, það er næstum því uppáhaldskilið mitt, sko. Þetta er svo, ég man svo vel eftir þessu alltaf. Þegar hún er á kastarskjóðstofunni og tala við henni síman og eitthvað. Og svo fer hún, það sem að eru allir skrýmbúningarnir, Ghostface-búningarnir og hérna. En fannst þér hún góð sem leikona? Sem leikona, hún er 2 atriðum. Nei, hún er ekkert góð sem leikona, sem er karti. Ég er ekkert gaman að horfa eitthvað með henni. Hún er doldið bara svona dumb blonde og svolítið destined to be a dumb blonde, bara eftir hvernig lítur út. Greið hún, skilur, ekkert mótinni, fættur við. Dæma greið, kom. Nei, ég er ekki að dæma hana sem mannesku, fættur við, bara hvernig hún, hvernig leikona hún er. Það er enda rétt sér. Ok. Hvað ertu búin að skrifa meira? Hvað byrja ég? Þú veist, ok, ég man Grít, gerum þriðið Fingerprints, motherfucker Gailey, besti karakterinn. Í þriðju? Bara yfir höfuð? Já, Fisher eru cloned cell phones a thing, ég vissi það ekki, googlaði það síðan, það er til. Slut shaming, victim blaming. Slut shaming? Hvað var það? Þú veit hvað var það? Í þriðju? Já, í þriðju, hvað, þú veist, að mamman þegar hún var í hérna Hollywood. Hún var alltaf að vera að kalla hana slut. She didn't become a slut until Já. Og alltaf ekki tala um það og bara, þú veist, hei, í dag væri maður svolítið svona ok, það er enda rétt sér. Ef hún vil vera slut, þá má hún það alveg. Ok. En svo veit maður ekki að hún hafi verið slut. Það var einhvern ekkert, þá bara talað um það eitthvað. Ok, ég skil þig. Svo, nú man ég ekki, ok, ég er búin að, ég er svo gegn sér. Hvernig er þetta byrjunaratriði í 3? Byrjunaratriði 3, ég það er fyrsti punkturinn mér. Hvað með? Og ég fíla að þeir byrja myndina því að drepa Cotton. Já, Cotton. Ég dýrka þetta atrið. Já, mér veist ekki að það er uppáðs atrið mitt í þriðju myndinni að því oftast þoli ekki eins og til dæmis í Aliens og svo Alien 3 þú með okkur karakter Aliens lifa af allt þetta rugl í 2 svo byrja mynd 3 bara drepa karakterna
ég hata það og Cotton lifir 2 af og fyrstu sleppur á fangelsi, svo bara dreymir fyrir 3 myndir en ég fyrirgeði Scream að því fyrir mér þá Cotton algjör aukaleikari, hlutverk hann er ekki, ef þeir gert þess hann er ekki með eitthvað storyline í 2 fattur annan en það að vera næstu í morðingin og eitthvað svona já, en eins og til dæmis ef þeir hefði eftir fyrstu myndina ef að Sidney hefði verið drepin í byrjun af mynd nummer 2 þá hefði verið svona, oh my god já, skilur, aðal karakterinn drepin strax búin að lifa þetta af tók þvílíkt á hann er engin aðal nei, hann er svona auka þannig að mér var samt svolítið töff að byrja 3. myndan á því já, við fengum ekki að sjá einhvern random Jón Jónsson dreipin eða eitthvað Casey Becker 2 drefna, heldur er þetta guður sem við þekkjum og hann er alltaf náttúrulega gett successful, komið með sinni þátt mér finnst það alveg pínufindi hann er með eitthvað svona talk show yes, hann fór í daginn svo nú fekk hann sinni þátt það er bara geggja fyrir hann og heitir 100% cop eða hann var ræði, Guðný, hún hörði með mér þessum mynd og hún var bara eitthvað heitir þáttunars í alvegni 100% cotton svona og ég var bara þessi tími var bara ógeðslega cringy og leiðilegur já, þannig að mér var staðfindið en mér var það geðveitt skemmtilegt að hann skilur að dreipin en það er eitt sem ég hata líka í þessari mynd ég hata það að þetta breytir röddunum já það er fáránlegt og það er aldrei útskipt þeir geta ekkert útskipt það þetta er ekki hægt ekkert í líkingu við nei, þetta er ekki hægt og ég bókstala hati þetta af því það er líka, það er enginn sem að pæla sig hann í he's got our voices og svo einhvern veginn hann talar ekki meira um það morðingi getur bara talað eins og allir bara í heiminum hann getur hringt í Fox News og sagt fyrir Trump og bara, ok, þú veist eitthvað okkur ekki, tækja hans, þetta töfra tæki þannig að hann getur bara galdra fram formúli með röddum og mamma er að sitna í löngu dag og hann er með röddina hennar og hvað, ég meina, bjóðan þetta til sjálfur hann er ekki keyptið þennan staðar þetta er ekki eitthvað sem fæst í Radio Shack og það sé ástæðið þólið ekki mér finnst það svo mikið svindl þetta er svo mikið koppa þetta er svo mikið svindl að eins og þegar kærastan hans, konan hans Cotton hann bara, baby, I'm sorry þú ert að svindla þarna hann getur ekkert gert þetta hann getur ekkert hermt eftir öðrum og hann er ekki svona herma, hann er bara með í ykkur tæki sem hann talar í ég er svo fegin að þeir gerði ekki 4 líka en mér finnst það hræðilega hugmynd hvernig komst þetta í gegnum allt þetta er stór hluta plottin ég veit það þetta er hverju einasta morði þá var hann að einhvern veginn dúblikita rættir og þykist hann að þessa hinn og eitthvað, þú veist það er ömurlegt ég fegin að heyra það já, ég vissi að þú er saman með þessu að þetta er fáránlegt ég meina, þetta er kjaftaði þetta meikar ekkert sens og þarna, eins og þú ert talað bara eitthvað stundum þá bara getur ekki suspend disbelief þarna er ég trú öllu hinnu þarna er ég bara svona, ég trú þess ekki þetta er bara kjaftaði en þetta er Scream og ég veiku fyrir þeim þannig ég leiði þess að slæta að einhver leiti en ég var að taka eitthvað svona angry rant núna gott að við gerum það því að þú veist, þetta er bara kjaftaði ok, hvað ertu með meira að það? Hvað er með meira? Sitt er búin að kaupa hús fyrir alla daginn Sawyer peningarna sína. Já, hún býr út í raskati. Mér fannst eitt svolítið skemmtilegt við það. Að hún er að hjálpa eitthvað svona kræs. Mér fannst það alveg cool. Já, mér fannst það cool. Já, mér fannst það góður hluti á sig. Já, af því hún er búin að lenda í einhverju fáránlegu. Hún er að nota sína reynslu til að hjálpa öðrum. Mér finnst það alveg cool. Það er mjög gott. Og ég fílaði og hún var líka kom bara með fake nafn. Já. Að ég fór líka að pæla í hennu. Ég hugsa, ef ykkur kæmdi mín, myndi segja Hafsteinn, við viljum gera nýja skrýmynd. Hvernig myndum við að gera? Og ég myndi örugglega hafa eina mynd, þess að hafa hann öðruvísi. Ég myndi segja, herðu, í þessari mynd, þá var bara Sidney að búið að leggja hann inn. Að því að greiði konan, að því hún er búin að lenda. Það er aldrei sýnt. Hún fyrir aldrei til sálfræðings eða neitt. Nei. Veistu hvað hann væri skemmt? Já. Þú myndir bara ekkert geta að lifa. Hún myndi vera bara með debilitating PTSD. Já. Hún væri í geðróst ástæðandi að því hún væri svo fucking paranoid alltaf einhver verið að fara að dreipa sig, fattur þau? Hún myndi ekki treysta neinum, hún myndi ekki eiga nein meaningful sambönd við fólk. Nei. Hún væri bara ein. Í bara, þú veist, hún væri eins og stelpan í hérna fucking, hvað heit það myndina? Final Destination sem lítur bara ramma sig inn í einhverjum klefa bara svo engin myndi ná henni, fattur þau?
Ég man ekki eftir því þar. Clear Rivers, hún bara fór sjálfvilu inn á geðdeild. Já. Einmitt. Hún væri þannig típa, bara, þú veist, bara, ég vil bara vera inn og lokaðri deild. Að því hún er búin að gangi í gegnum, ok, við erum að tala um þriðju, en þetta er 4 myndir. Já. Og hún er búin að gangi í gegnum þetta. Þú veist, ef ekki þarna, þá allavega í lokinu 4 myndina og hún bara vera... Inn á bara einhverju geðdeild, bara því miður. Hún var orðin löngu háð einhverjum kvíðastillandi svefnlyfjum og einmitt, bara, þú veist, með svo skemmt á sálinni, þú veist. Ég hefði viljað sjá, ef þú segir eitthvað, hún hefði væri háð einhverjum lyfjum, ég hefði verið til að sjá. Mér hefði þótt að kúl smáatriði ef hún var bara að poppa ykkur pillur. Nákvæmlega, alltaf bara, ég er að fá kvíðakast, ok, þetta er kvíðalyf, skilur ég. Einmitt. Það er það svo ríl. Já, það er bara ekki talað það. Ef í mynd 5, ef að sitt verður hluti af henni og ef það er ekki eitthvað svona, þú veist, með alla þessa vitundavakningu geðsjúkdóma sem við erum að taka og vitundavakningu allt, það er bara, þú veist, má ekki vera með fordóma fyrir neinu. Ég vil fá eitthvað svoleiðis ef hún hluta 5. Já, ég er búin að lesa það þegar þú gera 5 og hún verður væntanlega hluta því líka. Ég las bara viðtal við Neve Campbell bara fyrir stuttu síðan. Hún var ekki að tala það. En ef hún verður bara svona 4 eða 3 eða bara svona enn aftur eitthvað elta Sidney Prescott, ég verður til að sjá hvaða afleiðingar þetta verður haft fyrir hana. Að því þú pælir í, þetta er ekki þetta er sem að Michael Myers er alltaf og þú veist að þetta er Michael Myers. Ok, hann er alltaf hann þólið ekki, hann vil drepa þig. En í Scream þetta getur verið hver sem þetta er alls konar lið. Þetta, þú veist, hún þekkir ekki eins og Roman Bridges, þú veist, hún veit ekkert hver þetta er. Já, það er sem ég segja. Þarna hefur hún legit ástæðu til þess að vera bókstallega hrædd við alla. Já, nákvæmlega. Þú veist aldrei hver er morðingin. Þannig að bara það, ég var að hugsa það svo mikið þegar ég var að horfa á myndina aftur. Og ég bara auðvitað býð út í raskat eitthvað. Já, nákvæmlega. En af hverju ert þú ekki bara einn tauga hrúa? Grínlust, það væri svo, þú veist, einhvern veginn, og hún líka sé orðin pínu klár þegar þetta byrjar. Að vera ekki eitthvað, herðu, ok, ég ætla að fara í eitthvað svona witness protection program bara í, þú veist, fucking á Bali eða eitthvað, bara ég er farin out of town. Já, ég hefði fílað að því mér pínu gaman í 4. að það kom ný kynslóð. Það er alveg þreytt að horfa á Ghostface drepa eitthvað fertugt fólk. Já. Þannig að mér finnst það töff. En ég hefði örugglega haft, eins og í 4. myndinni, að því þeir gera, þetta átti að vera svona trilogy, gera hana 3. myndina, svo líða 11 ár og gera ekki neitt. Mér hefði alveg þótt cool, ef þeir hugsa með sér, ok, gerum eitthvað smá nýtt. Og ef að Sidney, ef þeir tala, bara Neve Campbell væri ekkert í henni. Já, í 3. Já, nei, í 4. Hún er kannski referensu, og svo fyrir aftur í 3, út. Og hún er kannski referensu í 4. Bara en Sidney, hvað er hún? Eitthvað svona. Já, hún fór bara í witness protection. Hún breytti bara nafn. Það veit enginn hvað hún er. Akkurat. Eitthvað svona. Þú veist, svo hún bara gjóð bækur og eitthvað presstúr og eitthvað, þú veist, já, það er endur í 4. Ok, fyrir maður aðeins aftur í 3. Fyrir 3. Ok, ég skrifa hjá mér. Já. Hún er ein og sniðug. Já. Þessi mynd. Og hún er einu og mikið, mér finnst hún ekki langt frá Scary Movie myndunum. Nei, nefnilega. Hún er svo kjánuleg. Hún er, þú veist, hún gerist í Hollywood, þau eru að framleiða Stab 3, þú veist, og þau eru að taka upp einhvern veginn sömu atriði og þau eru að gera líku við, þú veist. Þetta er einu of. Þetta er einu skrefi of metta, þú veist. Þetta er aðeins of metta, þú veist, bara... Þetta buggaði mig. Já, þetta er alltaf svo slæmið. Þetta er það sem gerir hann svo slæma. Þú veist, það er bara að vera með handrit sem gerist ekki í Hollywood og ekki með leikurinn sem er að taka upp Stab. Þú veist, já. Ég hataði það. Já, og það er eitt atriði sem ég hata svo mikið í þessari mynd. Ég hata það. Okay. Það er þegar við fáum að sjá Jay og Silent Bob. Já, einmitt. Bara sorry, það er hræðilegt. Það er svo asnalegt. Já, hún er svo sniðug sem mynd. Já, hún er svo ógeðslega sniðug. Það var bara þeir eru nördar, hennar Jay og Silent Bob. Já, og það er ógeðslega svona fyndið eitthvað, ég var bara, að því að Wes Craven gera hana. Já. Hvað var í gangi þetta? Svo kom vist Wes Craven í hérna, hvað, Jay og Silent Bob. Eitthvað cameo. Já, eitthvað cameo af þeim, sko. Það sem hann er að skrifa Scream 4 í lasta, hérna. En já, þú veist, hún er svo full af einhverju svona, þú veist... Kjaftaði. Já, og hvað Carrie Fisher að vera... Ekki Carrie Fisher. Ógeðslega lík konunni sem var ráðinn sem princess, þú veist... Og ég líka, þú líka svona, manstu, þú sást Ocean's 11 og 12 og það ekki? Þær myndir, sástu það ekki? Ekki 13 held ég. Ok, en sástu 12, Ocean's 12. Já.
Julia Roberts er inni? Já, einmitt, að leika Julia Roberts. Vá, þú veist eitthvað, þau tala það í myndinni. Þú veist hún ógeðslega líka hana You Know Who. Já, You Know Who, það segja aldrei nafnið á henni. En það, ég hata það. En það er eins þarna. Carrie Fisher leikur... Þetta er ekki Carrie Fisher í rauninni. Nei. Hún leikur eitthvað konu sem vinnur eitthvað svona skjala geimsleikuri. Og það er að tala hún sé svo lík Carrie Fisher. Ég er bara, oh my god, þetta er svo glata. Ég hati þetta. Þetta er glatað. Ok, ég skrifa það, ég sagði hún einu sniðu og svo skrifa ég hata að sjá Jay og Silent Bob í þessari mynd. Okay. Og ég skrifaði líka, sorry, þú fær smá rant núna. Takk. Ég skrifaði Scream 3 er ein og mikið svona wannabe grímmynd. Já. Og eins og skrifaði hana, ég var búin að segja þetta. Hún virkar svo scary movie-köflum. Já, hún er bara kortur í grímmynd. Já. Og ekki eins og fyndin. Ekkert alvarlega. Nei. Ekki neitt. Og upp á því marki að þú veist, að hún er ekki lengur eitthvað neður reyldmynd. Já, nákvæmlega. Að því mér fannst 1 og 2 það er nálega, þetta er svona fílína. Þetta er horror. Einmitt. Það er svona sem að tekur sér ekki alvarlega. Þetta er samt ekki þessi orðið svona eitthvað svona karikatúr af eitthvað svona þetta er svo astanlegt. Það eru scary movie myndar. Einmitt. Þetta er bara grínmynd með nokkrum hryllingsatriðum í. Já. Einmitt. Með eitthvað nokkur svona blóðadröm. Já. Hvað er með meira? Hvað skrifa ég? The real villain er hárið á Gail í þessari mynd. Ég þurfti bara að koma því að framfæri. Toppurinn á henni? Herru, ég ætlaði að spyrja, ég glemdi að skrifa niður. Ég ætlaði að spyrja þetta. Í hvað mynd er Gail Weathers með bestu klippinguna og verstu? Þetta er versta. Þetta er hræðileg. Þetta er hræðileg klipp. Þú veist, hún er alltaf í takt við tímann með dökka varliti sinni og alltaf, þú veist, en ég veit að hún voru með besta hárið í 4, þó hún sé stút fulla bótoxi og líti ekki vel út, þá er það hárið fint. Já, ég veit, þau komaði að sína á það í 4, en mér fannst hárið hann fastast í 2. 2? Já, ok. Er það bara ég? Rauðu strípunar þegar þú er eitthvað. Já. Mér fannst hann svona cool. Já. En hárið hennar er hræðilt í 3. Og Guðni var líka bara að það er svo gaf fyrir mig að horfa þessar myndir með manneski sem aldrei sé þær. Nei, akkurat, ég trúi því. Og hún var bara eitthvað, fyrst ég hugsaði bara, oh my god, Courtney Cox, hárgræslan er hræðileg í þessar mynd. Og hún, fyrst sem hún sagði Guðni, hún bara eitthvað, djöðlega það ljótt, hún bara, hvað er að þessar hárgræslan? Þetta er eins og hún hefði klift sér sjálf. Ég veit það. Með loku augun. Hún er samt, þú veist, það er eins og, þú veist, ég meina, hárkollur eru a thing. Þetta er örgulega, heldur þetta hafi ekki verið hárkolla. Því að ég fór að hugsa, var hún svona í Friends á þessum tíma, þú veist, ég man aldrei eftir henni með svona ég man aldrei eftir kvenkins persónu með svona hræðilega hárgræslu eins og Courtney Cox er með í Scream 3. Þetta er svo slæmt að fólk er að tala um það. Við erum að tala um það núna. Það á ekki að vera hárið á karakterninum, á ekki að vera það mikið þeng að þú sért að, þú veist, já. En þetta er mjög góð punktur hér. Að hára hennar er í rauninni alvöru villan í þessari mynd. Já, betri villan heldur en morðingin. Hvernig fílaður morðingin í 3? Ég veist þetta svo mikið cop-out. Eitthvað bara, þú veist. Þetta er svo kjánulegt. Hérna er eitthvað morðingi, búm. Ég er hálfbróðið. Ég var bara, er það að djóka? Ég orkesteraði hinn drápinu öll, eitthvað, þú veist. Það er umulegt. Ég meint ekki. Ég veist. Þú nennir ekkert að tala um þetta. Nei, jú, en þú veist bara, líka, Scott Foley er eitthvað svo, já. Þú veist, ég kaup hann ekki sem vondan. Nei, að því hann er svo mikil Scott Foley. Ég hef bara þetta er allt þessi myndbaka mér skilja. Já, ég endur svo er ég með punkt. Er mikið verið að auglýsa myndir þegar þær eru in production. Það kemur ógeðslega stórt Stab 3. In production. Já, ég held ekki. Ég verið í Hollywood, það er ekki mikið verið að auglýsa myndir þegar eru in production. Nei, það er verið að taka það upp. Sérstaklega því að allt productiona á þessari mynd fokast upp, allir deyja, þú veist, þetta er, þú veist, ef þetta hefði gerst í alvörni, þetta franchise hefði dáið, bara, þú veist, það hefði verið bara, ok, við mistum hérna 7 castmembers, ég veit ekki hvað eru margir sem deyja, leikarar í þessari mynd, leikstjórinn var morðingi, þú veist, hvað, síðan 6 mánuðir setna, við kláruðum aldrei Stab 3, eigum við að ríkastana og bara klára. Greinilega, því þeir gerðu síðan 6 og 7. Já, gera 4 og 5, og þú veist, ég bara, hvað í anskotanum? Ég er samanlegar, ég tókst þetta þessu. Þetta er svo kjánulegt. Þú veist, ég meina, gerðu grín á Hollywood alltaf, en þú veist, hafðu pínu, hérna. Já. Ok, ég skrifaði líka eitt punkt. Parker Posey. Fílar hana? Hún er gull í þessa mynd. Ertu ekki með mér? Hatar Parker Posey?
ég get ekki sagt ég hata hana. Nei. En ég tengi alltaf tvær myndir og það ekki góðar. Nei. Scream 3 og Blade 3. Blade 3? Hún leikur vondukona þar. Já, ok. Og hún má samt eiga eitt. Bæði Scream og Blade 3. Mér finnst hún alveg hræðilegin, báðum. Já. En hún er það hræðileg að hún verður smá góð. Já, það er bara það sem, þú veist, hún er, ef það er eitthvað fyndið og skemmtilegt þessa mynd, þá er eitthvað Parker Posey einmitt over the top, glötu, ógeðslega hallæsleg og þú veist, einmitt, hún er svo mikið að reyna að vera góð leikona, eitthvað bara, núna Gail Weathers, hún er hræðileg, hræðileg sem mynd. Já, einmitt. Þannig ég skrifa hjá mér, hefur Parker Posey einhvern tíma verið góð leikona? Parker Posey, þegar hún leikur, þá er hún alltaf Parker Posey. Hún er aldrei að fara að vera eitthvað karakterleikari, skilur. Hún er alltaf sami karakter, hún er alltaf Parker Posey. Ég man eftir henni úr mynd sem heitir Josie and the Pussycats, það var hún nákvæmlega eins. Já, var henni í þeirri mynd? Hún er frá, er hún ekki 97 eða eitthvað svona því billi? Jú, 2000. Eða early 2000s eitthvað. Eitthvað stær þarna, jú, það sem svipað tíma, sko. En svo var hún líka í, sástu Best in Show, grímyndina? Já. Hún var held í henni. Ég held sér partur svolítið af því krúi. Mér minn hún hafi reyndið að vera allt í lagi þá. En eins og ég segi, ég tengi þessi tvær myndir og það er bara hræðilega. Ok, varstu með einhvern annan punkt? Ég vil nokkra henni í lokin, sko. Þú veist, þau eru að tala um þarna production tímið á Step 3. Eitthvað bara, þú veist, við þurfum að tóna niður ofbeldið af því að það er búin að vera árás, fólk var drepið í bíónu. Nei, Columbine. Það er þarna, Columbine Mirroring, sko. Ég vissi þetta ekki, fyrir ég las bara á trivia hann að IMDb. En það útskýrir svolítið mikið. Það útskýrir svolítið. Að þeir hafa þurft að fara út í aðeins meira svona grín. Já, akkurat. Akkur ég bara sleppa að gera hana. Nákvæmlega. Ég alveg tala, býða bara eins. Já, einmitt. Akkurat bara, þú veist, eða gera hana, býða með að gefa hana út 2 ár, kannski, þú veist, 1 ár, 2 ár. Já, hefði ekki gert það. Allan leiða svona reikin að setjast. Já, ekki gera svona drastmynd. Þú veist, að bara eitthvað svona, maður sér það er eitthvað atriði, ég man ekki hvort það er þegar hún, Jenny vinkon okkar er drepin, en þú veist, það er opbúslega lítið blóð í henni. Já, það er Parker Posey drepin? Það er Parker Posey drepin. Ég man ekki, þú veist, það er einhver já, þegar hún dettur í gegnum já, glerið, maður sér eitthvað svona fínum blóð. Það er rosa lítið blóð, þú veist, og þau segja, við þurftum að tóna það fullt niður og klippa hana til að því að það bara var ekki út af því að Columbine var hana nýbúið að skýja. Já, Columbine, Paldi, nú eru bara, þú veist, skotar á sér annarkvæmt dag í Bandaríkjunum. Þarna er þetta í fyrst skipti eitthvað vesen, skilur. En hvað finnst þér, finnst þér að tala þetta? Ég vil spyrja þig, hvað finnst þér þegar það fyrir allt í panik út af eitthvað svona bíómyndatengdu sem tengist eitthvað svona raunveruleikunum? Eins og þess að hana Joker kom út. Það var bara, nei, þið getið ekki gefa út, það var allt brjálað. Varstu ekki með að heyra því? Hvað það? Af því að hann er svo mikið svona anti-authority og eitthvað svona dæmi. Það heldur bara eitthvað riots og það var að vera að þú eru ekki séð hana að það var að vera að promóta ofbeldi og eitthvað svona what? Eins og að því gæin þú svo Dark Knight Rises maður sé ekki gæin sem draf fólk á Dark Knight Rises sýningunni í Bandaríkjunum einhver nöttari sem byrjaði bara að skjóta eitthvað leið sem er alltaf ógeðslegt en hvað finnst þér þegar þeir eru farnir að þá að sensora myndir fyrir það að vera í einhvers konar kultúral umhverfi. Já, þetta er kannski erfið spurning, en eins og með Scream 3, þeir eru þá greinlega bakkað. Hvað finnst þér það? Þú veist, ok, sárt að þurfa að segja þetta, en ok, köllum þetta listaverk, Scream 3, sem hún er bara í bíómyndir þetta er list. Þetta er listaverk á að geta staðið independent, þú veist, bara óháð sem sagt menningar svona umhverfi og zeitgeist, skilur við. Já. Þú veist, það er alltaf, þú veist, það á að vera óháð, en þú veist, samt þarf að taka mið af því þegar þú horfir á listaverki. Ef ég horfi á mynd sem kemur út, ég ætla að finna eitthvað svona culturally, svona mikilvæg, mynd sem kemur út 2001, ég veit að fullt af myndum sem áttu að koma út hausti 2001 var senkað. Út af 9/11. Út af 9/11, Já. Ég veit ekki, þú veist, ég held að Bandaríkjamenn séu bara svona ógeðslega viðkvæmir. Þeir til dæmis frestuðu núna The Hunt. Já, nefnilega. Af því það er eitthvað svona að vera að skjóta fólk og eitthvað og skjóta svo marga í Bandaríkjunum. Já, en líka út af því að þetta var eitthvað neginn, þú veist, nú mann ég ekki, var þetta ekki vinstri sinnar að Jú, held ég. Af því að republikanir eru hægri sinna fólki rosa svona pro-second amendment við lega byssur og svona. Nákvæmlega. Þannig mér minnir að það frekar að vera vinstri sinna. Já.
En allavega, já. Einmitt, þú veist, ég myndi aldrei vera hlindi að fresta eða cancela mynd út af því að eitthvað svona gerist í raunveruleikanum. Já, eitthvað sem gerist í raunveruleikanum og einhver gæti tekið að nærri sér. Þú veist, það allt núna bara einhver gæti tekið að nærri sér, einhver gæti verið sár, einhver gæti, þú veist, er þetta ekki alltaf bara einhver gæti farið í máli stúdíóið? Er það ekki alltaf málið, þú veist? Jú, ég er mikið pælt í þessu af því ég er svo algjörlega móti rit, sko. Já. Alveg svona hvað og mér finnst þetta svo með bara list yfir höfuð. Af því að við erum að tala um bíómyndir, það er svona mitt listform sem ég svona elska mest og að ég er búin að horfa á alls konar myndir og sem myndir ógeðslegar og maður bara, shit, hver setti pening í þetta maður en mér finnst samt að þú ert listamaður eða listakona, þú ert að gera eitthvað list skipt ekki máli hvort þú semja texta, málverk, búið til bíómynd whatever, mér finnst þú ekki að gera það sem þú vilt án þess að vera dæmdur fyrir það. Já. Skilur, ef þú gerir til þess að þú gerir hostel bara ef að Nanna gerir hostel já, hún hlýtur bara að vera eitthvað klikkuð skilur hvað við, ég þoli ekki svona. Nei, akkurat, þú átt að geta verið þú átt að geta tjáði með þinni list listrænt tjáningafrelsi á þess að fólk sé að kalla þig ok, ef þú hugsaður allar þess að sogildur þú hlýtur að vera klikkað já, þú hlýtur að geða ykkur eða líka, þú gefur út bíómynd eins og Scream 3, ok, Columbine er búin að gerast já heldur þú að því að Columbine gerist og ég horf á Scream 3 heldur ég byrja það bara til að skjóta eitthvað lið að því að málið er með þetta fólk sem gerir þetta þetta er illa veikir einstaklingar og ég get alveg sagt það að þetta er ekki bíómyndum hérna eða hlusta á Marilyn Manson það var svo mikið einmitt í kringum Columbine það voru allir að reyna að leita einhverju bara til þess að þú veist, þurfum við ekki að díla við þetta er bara að því að það er aðgangur á Bandaríkjunum það er allir bara, já, þetta er Marilyn Manson þetta eru tölvuleiki, nei, þetta eru bíómyndar sem gerir það, þú veist, það var svo mikið verið að finna einhverja aðra ástæði, skilur fyrir því að þessi einstaklingur trilltist og skaut fullt af fólki í skólinu sinum. Já, þessi tveir í Columbine, minni það en já, það var að reyna að kenna þeir eru hlustu minnum á Marilyn Manson það var bara, já, allt þetta þungarokk og eitthvað svona, sem ég alveg bara kjaftaði en líka sem það, ég ætla ekki að vera langt út fyrir þetta en sem er samt byssueign í Bandaríkjunum. Veistu hvað þið mikið að byssum í Íslandi? Nei. Ógeðslega mikið. Er það? Já, það er ógeðslega mikið til að byssum í Íslandi. Rifflum og haglabyssum. Okay, alveg bara, ég meina heima núna. það er hellingu til að ok, en hversu mikið er að byssu glæpum í Íslandi? Nákvæmlega. Það er bara engir. En það er samt alveg gott aðgengi byssum. Já. Þannig ég held að þetta sé bara eitthvað sem er allt annað að í Bandaríkjunum heldur bara þessum tími ekki að byssum. En það er að svo til topiki. Við byrjum að tala um Scream 3 og Columbine. Ég er að sjá því öðru ljósi, Haffi. Ég er að sjá því sem eitthvað second amendment. Nei, ég er ekki að segja það að fólk þurfa að eiga vélbyssur og allt þetta, en ég er bara að tala um að ég held að það sé svolítið mikið annað að og meðan við erum bara fókus á byssurnar, þá erum við ekki að takla vandamálið. Af því að ef þú ert heill á geði og þú ert 100 byssur heimaður, þá ferði ekki og skýtur ykkur. Nei. Okay. Það er sem að segja. Já, akkurat. Já, nei, en alltaf, við erum ekki að fara til þess að pólitísku umræðu. Nei, nákvæmlega. En það fór í töðanum því ég lasi þetta að Columbine árásin hafa haft áhrif á Scream 3. Ég veit það, já, það er óslega arbitræri og leðilegt eitthvað. Það er fáralegt. Þess vegna var þetta svona einhver bara grímmynd. Já. En eftir að lasi þetta, þá hugsaði mér, ok, þetta útskýrst í margt. Já. Með hvernig myndin er. Já. Nákvæmlega, og líka, þú veist, ég las þess að myndi hefði bara basically verið skrifuð á settinu að bara það voru rewrites það sé svolítið. Já, nákvæmlega, þú veist, ég veit ekki af hverju, ég meina, Kevin Williamson skrifaði ekki þessa mynd, hann skrifaði eitthvað 5 blaðsina excerpt, þar sem hann var eitthvað, hérna er smá plott, þú veist, þannig að þess vegna ég las það einmitt líka sko, en hérna, nei, einmitt, það var bara skrifið á staðnum. Og ef þú ætlar að gera þannig bíómynd bara sorry, það virkar ekkert. Nei, nefnilega ekki, af því að þú veist, svo kemur í ljós. Við erum með þessa mynd hérna og svo kemur ljós að Roman er morðinginn, leikstjórinn. Roman Bridger. Hérna, en svo las ég að hann átti að vera með sem sagt accomplice sem er hún Já, dökkarða sem leikonan sem leikur Sydney. Mér myndi alltaf að hún væri með honum í þessu. Já, hún átti að vera með honum í þessu. Já. Svo þótti það plotline of contrived og flókið að fylgjast með fyrir áhörundur. Þannig þeir bara kliftu það út og endurskutuðu bara með Róman, skilurðu. En þeir endurskutu ekki restina af myndinni þar sem er ógeðslega mikið að vera í að því að hún sé morðingi. Það lúkka pínu þannig. Af því að hún er hérna inn á klósti með
þú veist, eitthvað svona skrýmgrímuna og þú veist, jú, þetta bara útskýrt sem, ok, red herring, skilur við hérna, haldið að þetta sé hún, en þú veist, hún haga þessi skringilega í þessari mynd. Já, hún gerir það. Og það ástæði fyrir því að því hún átti að verða morðingi. Já. En svo var það klippt út, eða breytt, skilur við. Sem bara minngallað og svo mikil einhvern veginn fröngsinni. Ég bara, þegar ég var að horfa á hana, það er skamskynni, já. Það er langt síðan ég séð þriðju. Það var styttra síðan ég séð 1 og 2. Og ég var bara, já, alveg, þau voru 2. Það var hann og hún. Ég var alveg vissu það. Svo er ég að horfa á myndina, svo er hún drepin. Og ég var bara, ok, en hún búin að haga sér rosa skringilega. Þannig að já, það meikaði sennst þegar ég las það um þetta og trefja, IMDb. Gullnóma af fróðuleik. Trefja, alltaf gaman. Já, ég skrifa henni eitt. Hvað er með? Góða punkt. Það er svo margt ég hati þessar mynd. Og ég gleyma alltaf hvað ég hata mörg atriði sem mér finnst það ekki leynileg. Nei. Og ég get alveg hort á hana, þetta er Scream, Ghostface og eitthvað svona. Já. En mér finnst glatað þegar systir Randy kemur eitthvað svona spólu þar sem að hann er að útskýra munin á framhaldsmynd og loka kafla í trilógíu. Þetta er svo glata atriði. Þú veist, ef þið hefðu sagt okkur í mynd 2 eitthvað síntana eða einhver hefði talað við hana, þú veist, strax skárra. Hann alltaf verið að tala systur sína, hún elskar kvikmyndir eins og ég, þú veist, kemur bara eitthvað svona, einhver ég er systur hans Randy, ég er af óutskilum ástæðum ég hérna í trailernum ykkar í Hollywood, skiluru. Af hverju eru þau líka að vinna á setti? Ok, ég trillist, ok, já, hérna allt auðvitað, það er glata, en þetta var vist af því að fólk var svo ósátt við það að Randy hafi verið drepin í 2, að það er bara, ok, við verðum bara að bring Randy back í þessu formi. Ok, þá er önnur spurning til þín. Hvað finnst þér þegar áhorfendur eða aðdáendur fá að stjórna creative ferlinu, hvort það eru bíómyndir, töluleikir, whatever. Já, þú veist, með tölvuleiki, þú veist, þannig að er ekkert mál að gefa út DLC þar sem að þú bara svona, hei, ok, þið voru að byggja þetta, ekki svo vel, þú veist. Já, en eitthvað svona, nei, mér finnst það ekki skemmtilegt. Að láta undan þrýstingi, þeir gerðu þetta með Sonic. Þeir breyttu hönunni á Sonic út af því að allir voru að missa sig, grenji yfir þessu á netinu. Netið og Twitter er búið að breyta heiminn svolítið mikið upp á þetta. Já, en hvað er að gefa eftir í þessu? Og annað, dæmi, tengist smá fjórðumyndinni, Heroes. Já. Hvað með Heroes? Gæinn sem gerir Heroes. Hann gerir séríu 1. Já. Og allir elsku hana. Svo kemur séríu 2 og allir var eitthvað hún er ekki nóg góð og allir aðdóndu voru eitthvað að grenja yfir þessu og þú ert að laga þetta og gera þetta öðru svona. Hann hlustar á það. Hann hlustar á þetta lið og hann kemur með afsökunarbeiðni. Í alvöru? Eitthvað statement. Ég er ekki að djóka, hann gerði þessum tíma. Það sem hann byrðist afsökunar, hann ætlar að laga sér í 3 og þetta var bara drasl. Ok, ég ætla ekki að vera langt út trefni. Mér var svo heitt í hamsi þegar það tala svona. Ég skilji. Þetta fyrst í töðan mér. Þannig svo núna, þetta er fáránlegt. Þetta er eins og sensoring. Fattar þau? Censorship, skilur þau? Þetta er sama flokk, þetta er svona, þú veist, samskonar pirringur hjá mér, að þú veist, að Jón Jónsson með Twitter-aðgang fái bara að segja, nei, herri, þú þarft að gera þetta bara nýtt, og þá bara, ok. Og núna, ok, Randy, hann er drepinn 2. Mér er alveg svona þessu uppáhaldskarakterinn, sem þessi bara uppáhaldskvikmyndakarakter ever hjá þér. Já. Hann er svona dauður. Ef að Wes Craven bara, herðu, ég vildi drepa Randy, af því að ég vildi að þessi mynd mín myndi sjokkera ykkur áhörununa sem hún gerði. Fólk var bara hélt að Randy væri einn af þessum ódrepanlegu, skilur. Já, einmitt. Þú veist, þú getur ekki eitthvað backtracka það, bara eitthvað, Randy, sorry. Fyrirgefi, hérna fáðu vídeospólu með honum í staðinn. Þetta er svo fáránlegt. Og líka alltaf þeir gera þetta, þeir láta undan eitthvað svona þrýstingi. Maður sér alltaf gegnum þetta. Það virkar svo fake. Þannig í þessari mynd, allt í hennu byrti systrans með eitthvað spólu. Af hverju ætti Randy að búa til eitthvað að taka sig upp það sem hann er mögulega að útskýra ef að morðingin kemur í 3. skipti. Þetta er svo fáránlegt. Láttu bara einhvern annan karakter gera þetta. Ef þú þarft að útskýra reglurnar fyrir mynd 3, láttu einhvern annan karakter gera þó þessi systir hans Randy sem er samt fucking stupid. Það var fáránlegt samt. Ég hataði það. Já, ég hata það. Þannig ég skrifaði það. Ég sagði, finnst það glatað að Randy hafa gert eitthvað videotape fyrir þau þess að hann útskýri munna framhaldmynd og trilógikabla. Ég hataði það. Það er ógeðslega brennandi. Ég hataði, ég var að tala um allt sem við höfðum með mynd 3. Ég hata, þú veist, það er svo mikið verið að
telegrafa það að mamman er í þáttana. Já. Þegar hann dreymir mömmu sína sem eitthvað draug. Ertu talað um hann fyrir utan húsið? Já. Það er hræðilegt. Það er hræðilegt. Og svo þegar hún er í settinu, gamla húsinu sinu, by the way, þú veist hvað, kom arkitektinn og bara sagði þeim nákvæmlega hvernig húsið leit út. Akkur er þetta, ok, já, það, svo margt. Hræðileg mynd. Ég veit það, hún er hræðileg. Ég hata hana en ég elskar hana pínu. En hérna, já, það hún dreymir mömmu sína og þú veist að hann sé eitthvað tóntana með röddina mömmunar. Þú veist, af hverju? Hræðilegt. Það böggar mig svo mikið. Það er ömurlegt. Ég vil drauma atri, ég bara, þú veist, já, nei, ég með ekki drauma atri. Nei. Það er svo sleiðilegt. Bara á einu hana, og svo ég gleymi sig, en ég er ekki myndið að skrifa niður. Nei. Þú svo uppáskilið þitt var örugglega Candy. Nei, ég heitir ekki Candy? Sko? Nei, hún hét... Karakterina heitir Candy, en hún heitir Sarah. Sarah, ok, Jen McCarthy. Er það uppáskilið þitt? Nei, ég breytti. Ok, hvað erstu með? Róman. Hann morðingin er drefin. Það er í lokin? Já, það er uppáskilið mitt. Hann fær icepick í sig. Já. Svo er hann skotinn. Já. Er það uppáskilið? Ákveð það uppáskilið? Það er uppáskilið mitt, af því að, sko, hérna í reglum að sandi, ég með skrifa hér. The killer is superhuman in the trilogy. Þannig að, þú veist, hann er fyrsti killerinn sem er í Bulletproof Vest. Þannig að það er búið að skjóta hann miljósunum og hann er ekki. Og þú veist, þetta er líka, þú veist, þarna er hann búin að lifa slatta af og hún sittni í lokum púlar ghostface og hverfur, hérna, hann heldur að sem búin að skjóta hann, svo hverfur hún. Hún kemur með icepick og stingur hann í baki eða eitthvað, já, akkurat. Og það sem er callback í mynd 1 þegar þú tala um hérna Basic Instinct. Sjálfstón. Já. En þú veist, og svo hérna Never Assume the Kill, nei það eru 2, býtum við. Já, allavega, þú veist, hann er drepinn þarna, já, þess að skýtur hún miljónsunum í brjóskassan eða eitthvað, eftir, þú veist hvað, hann er búin að taka af þessu vesti þá, eða skýtur hann hausinn. Hún skýtur hann hausinn? Næ, það var renna saman. Já, nákvæmlega grínast, ég var að horfa sem mynd í gæra ég var orðin gær en já, þetta er uppáhaldskilið mitt bara út af því að hérna, það eru svo mörg slæmkill í þessari mynd ég gat ekki valin eitt og þetta var bara svona, ok, þetta er morðingin að deyja og Sydney fari að gera sitt hún skýtur alltaf morðingin, skilur nema mögulega í 2, ég man ekki en já, þú veist já, uppáhaldsatrið mitt var fyrsta atrið með Cotton já, það er gott atrið en uppáhaldskilið mitt, það er ekki merkilt kill nei en við fannst það bara skemmtilegt. Það er þegar hann er drepinn lífurinn. Ok. Heitir ekki Patrick Warburton, leikarinn, sem heitir eitthvað Stone. Já. Hann drepinn í eitthvað svo trailer, stunginn, og kemur hann ekki sem út úr trailum. Vá, þetta er bara rannst. Ég veit ekki, kannski stökki á klostið. Það er mann skemmandi að horfa svona myndir í röð. Já, einmitt, maður er svoðan í hausnum, sko. En það er líka eitt annað. sem ég þól ekki. Vá, djúlega mikið sem ég hati þessar mynd. Við höfum þessar mynd. Já. Förum bara að tala um 4 í nennski. Við erum alveg búin. Það er, í endan myndinni, búaðið saman eða. Þá er Sydney með Dewey, Gale á búgarðinum og löggunni. King Kate, hann kemur popskál í fatla. Oh my god. Hann bara, hei Sydney, við erum fann að horfa mynd. Fyrst ég hugsa bara, er búaðið saman eða? Og hvað er löggan að gera það? Hvað er fokkan með löggan að gera það? Af hverju lifði hann líka af? Já, ég held, og þetta sem ég myndi, ég bara, já, hann er að dreyma. Já. Að ég hurðin eitthvað svona opnast og myndi að kemja eitthvað svona cliffhanger, eitthvað svona sjokk. Nei. Það var ekkert svoleiðis. Hurðin var eitthvað ég smíla að hurðin er opin fyrir sequels, fyrir áframhaldi. Já, þú meinar. Symbolic hurð. Það er svo sniðugt. Nei, af hverju eru þau með henni á sem búgarði, ég veit ekki, kannski var vídeokvöld hjá þeim, ég veit ekki, þú veist, ég meina. Já, þeir fara á eitthvað vídeo og líka eitt. Klukka á svona 2 degi til. Já, einmitt, fyrir að horfa á vídeo. Ég er nýbúin að biðja hérna Gail í hérna bókadæminu mínu. Það sem að henni dettur í hug, okkur dettur í hug síðan að gera er að fara að horfa á bíómynd. Af því, þú veist, they're all obsessed with movies, I guess. Já, þetta er ömurlændir. Þetta er allt ömurlændir. Þetta er hræðileg mynd. Og förum bara í 4. Scream 4. Er ég búið með hérna... Og þetta er eitthvað punta. Hvernig var að lokum gerðist Stab 3, já, eftir allt kastið var basically drepið, Nei, ég er búinn, já. Ok, ef að fara í Scream 4. Förum í Scream 4. Uppáhaldsmyndin þín. Uppáhaldsmyndin mín. Elskar það mynd. Ok, ég ætla bara að segja strax. Ég er búinn að tala um þetta þar, en ég hata byrjunaröðinni. Þú hatar það. Ég skrifaði hérna. Ég þóla ekki svona sniðu atriði. Nei. Og þetta er svo ógeðslega sniðugt. Já, að maður svona, Þetta er bara svona,
oh my god, þetta svo ógeðslega leiðilegt. Og ég var búin að gleyma þessu. Já. Þannig að það mér erst ömultadri. Ég hafði gaman að þessu. Okay. Þú veist, þetta ef ég væri ekki svona, ég er svo mjög skrýmfan, ég fyrirgef þetta. Ég líka. Ég fyrirgef þetta en ekki alla þrjúmyndina. Alla þrjúmyndina. Þú veist, líka af því að ég var ógeðslega spennt að vera að koma á Scream 4 og fór hann í bíó og mér fannst þetta skemmtilegt. Þú veist, já, þetta er ógeðslega clever eitthvað og maður er bara svona já, þú veist. Þetta er glata. Þetta er ekki glata. Já, ekki glata. Jú, þetta er glata. Af því þau eru líka alltaf að tala Step og þú veist, svo þegar ekta atriðið byrjar. Þú veist, vissi morðingina þær voru að horfa á Step, fattur þau? Þetta er svo eitthvað fullkomið, fattur þau? Bara fáránlegt. Það er svo að hafi tímasett þetta. Þetta er fáránlegt. Erstu með einhvern annan punkt? Já, ég er alveg fleiri, en hvað ert þú með næst? Já, má ég koma eitt punkt? Já. Sást þú á mínútu 18 sekundu 10, cirka? Ég man alltaf ekki eftir einhverju það. Að það er stytta af Henry Winkler í skólanum. Nei, ég las það bara hindi B. Ég tók ekki eftir þessu. Ég tók eftir þessu nefnilega. Ég bara, oh my god, bara, þú veist, ég pása, þetta er svona 2-3 rammar, skilur. Pásaði og þá er Henry the Fonz mættur stytta á hann. Við þykir nokkuð vel gert að hafa tekið eftir. Ég er nefnilega mjög ánægð með sjálf með að hafa tekið eftir þessu. Það er ekki eitthvað sem ég las að heldur sá ég þetta. Ég las þetta eftir og ég bara, já, ég tók eftir því. Þetta er svolítið skemmtilegt. En fannst þú nú hafa alveg elst vel og svona? Scream 4? Já. Þú veist, náttúrulega, mér fannst þess að væri mjög styttir sem kom út, þannig að ég var svona, eru allir með flip phones, það var ekki flip phones, það var iPhone 2 eða eitthvað, þannig, en jú, hún eldist alveg alltaf. Hún er ennþá í samtímanum okkar, finnst mér, skilur þetta er ekki gömul mynd. Nei, mér fannst hún, með mynd hún hefði verið betri. Ok, já. Ég verði allavega með 1 og 2 og svo 4, en það þarf ekki mikið til þess að toppa 4. Nei, toppa 3 segi. Nei, það er rétt. Og ég skrifa þetta mitt, Courtney Cox. Er greinilega eitthvað búin að láta krukki í sér. Þetta er svo hræðilegt maður. Hún er bara... Hvað var hann að pæla? Þetta er alveg myndaleg kona. Af hverju má hún ekki bara eldast? Já. En Aniston gerir það líka. Já, Jennifer Aniston. Það er komin í aðra umræðu, skilur. Þú veist, að mega konur ekki láta sprautir sem svo vilja, fattur og fegur þeir hlutræg alltaf. Þú veist, það er bara... Auðvitað mega það. Já, ég veit það. En mér finnst ekkert skárra ef að kallar gera það. Mér finnst það hræðilegt líka. Þú veist, já, einmitt eins og Grey Travolta er orðin einhvern veginn og hann fullt að gaurum eitthvað að leta spraut í sig og... Já, það er ekkert flott hjá þeim. Nei, en já, hún lítur ekki vel út. Hún lítur ekki út þessu Courtney Cox og hún er ógeðslega ónáttúruleg og bara full af einhverju jökki í andlutinu og það er bara, það er svolítið hluti af þessu mynd sem að verður ræða líka, þú veist, af því að hún er bara, ok, þú lítur fórl út. Já, og maður er bara svona, að því að Neve Campbell til dæmis. Já, hún er búin að eldast fucking vel. Eldast bara drullu vel. Hún eldast vel, sko. Já, mér finnst bara að líta út næst út eins og ég fyrstu myndinni. Já, líka vel. En ég hef ekki hugmyndum hvort hún láti krökka sér, en mér sýnist ekki. Nei, hún virkar alveg frekar eðlileg. Já, en Courtney Cox, það er bara... Hún er eldri og, en samt. Bullandi rík, sko, held ég. Já, þetta er alltaf bara þegar fólk gerir þetta, hvað sem kallar það konur. Þetta er alltaf bara bullandi óöryggi. Þetta er óöryggi. Það er ekkert annað. Nei. Það horfir bara í speilinu og bara, oh my god, ég líti ekki nógu vel út. Og þú veist, þú ert auðvitað verður útsettra fyrir svona mjög óöryggi þegar allir heiminu veitir hvað þú ert. Já. Og horfa á þig á þínum bestu árum frá þú ert, skilur, 24 og upp úr, fattar þau. En þú ert ekki 24 að eilífu. Nei, ég veit það. Mér finnst svo flott þegar ég horfi á eldri leikkonur til dæmis, að ég er gagginur, ég horfi kannski fyrir eitthvað konur. Mér finnst það svo flott. Það er bara eldast og maður er bara svona, vá, þú bara eldist vel. Já, bara flott kona. Og alltaf þegar maður segir þú eldist vel, þá er það því þær eru að eldast, ekki að því þær eru að láta sprauta í sig. Nákvæmlega, að því málið er það eldast allir. Og mér finnst það ekki töff að vera 45 ára og reyna að líta út þessu 25 ára. Nei. Þannig já, ég tók svona rant. Þú tókst smá rant þannig. Mér finnst svona leiðilegt að fólk gerir þetta. Að því ég líka setja mig kalla og maður er bara svona, oh my god, það er kannski gaur með litað hár, það er bara svona svart og skeggi líka. Ég kom með grátt í skeggi og ég leita það eða. Nei, þetta er svo glatað. Þetta er pirrandi, já. Ég bara á ekki til orð og nú er ég að horfa þessar 4 myndir á okkur 2 dögum. Já. Það er svo áberandi. Þetta er mjög áberandi. Courtney Cox, bara flott kona. Mjög fucking breytt, sko. Já, svo sé maður henni í 4. myndinni og hún er bara svona já, einmitt, nákvæmlega. Þetta er endur ekki að versta sín séð. Maður er séð verri, svona eitthvað botox, lítið að gera dæmi. En já, ég var að nefna það, hann ég skrifaði þessum punkt. Hvað er þú með meira? Ég með, tókstu eftir að það er svona einhver glowy glamour halo effekt
í lýsingunni, þú veist, lýsingin er bara normal, skilur við, en það er svona pínu svona, þú veist, eins og draumadriða gló. Í allir myndinni. Er ekki allir myndinni? Jú, mér finnst bara útlita á myndinni, mér finnst það ekki svaka flott. Nei, einmitt, já. Þetta er væntanlega eitthvað með eitthvað digital kamerur, eitthvað dæmi, það hlýtur eiginlega að vera. Já, ég þekki ekki nógu vel sjálfur, en ég sé það á henni, mér fannst hún lúkka pínu svona ódýr sjónvarpsmynd. Já, einmitt, þetta er svolítið svona hallmark einhvern veginn, já. Bara eitthvað svona sjónvarpsmynd og mér finnst hún ekkit svakar af leikin af flestum. Nei. Það er alveg svona kapla sem ég bara svona... Hvað sér þau? Ég pæli svo lítið í leik oft, þú veist, ég bara svona er meira að pæli í handlutinu og eitthvað. Ég er enda líka, en mér finnst bara svo... Já, en svo eitthvað dæmi. Eins og Hicks, löggukonan. Já, það er ekki træðið leikona, en hún er ekki góð í þessari mynd. Nei. Anthony Anderson. Hann er alltaf Anthony Anderson. Anthony Anderson er svona eins og Parker Posey. Þau eru bara þau sjálf. Nei, ég er ekki alveg sammála. Ekki? Sástu Hustle and Flow? Nei. Nei, ok. Sjáðu hana. Hann er geðið ykkur þeirri mynd. Ok. En fyrir mér er hann bara, hann er svo mikið svo típa. Og David Arquette. David Arquette, ok. Mér er það verstur, held ég, í þessari mynd. Ok. Hann er eitthvað svona, ég veit ekki. Já. Þetta er kannski bara ég. Eins og segja, ég pælir rosalega lítið í leik. Ok. Leiklist. Þannig að... Ég pæli mikið... Og þegar leikur er slæmur, þá auðvitað tekja alveg eftir. En þarna, það er ekki eitthvað sem ég spáði þarna. Nei, ok. Nei. Hvað ertu með annan? Eitthvað svona viskumóla? Trevor, eins og obviously menacing. Hann er bara svona skilti, kærast hennan Jill. Já, mér finnst hann glataður. Hann er bara, þú veist, svona, ok, þú veist, láttu mig halda þetta sem morgin, cool. Er þetta Red Herring? Er þetta annar Billy, þú veist? Það er bara svona, bara eitthvað sem tók eftir, bara svona, þú veist. En finnst þér vera einhver karakter eða leikona eða leikari sem er svona stand-out í þessari mynd? Sem er stand-out? Já. Ég er með 2 karaktera. 2 karaktera. Og 2 leikonur. Já, mér finnst Hayden Panettiere vera stand-out í þessari mynd. Sammála. Já, gott. Hún er langskemmtlust í henni. Hún er mjög góð. Og svo er Emma Roberts bara, hún er frábær í þessari mynd. Sammála. Það er 2 hjá mér. Það er 2. Í 4. Og Emma Roberts, hún er lúmst skemmtileg leikona. Hún er nefnilega mjög góð leikona, hún er mjög skemmtileg. Líka bara, þú veist, ég meina, ef hún væri bara Jill Roberts, bara victim hérna, þú veist, þá væri hún bara svona allt í lagi. En hvernig hún er í lokin, í síðustu senunum, ég bara... Hún er geðveik, bókstaflega. Ég klikka, ég dyrka þetta, hvernig hún er einhvern veginn, hún er svo störtluð. Já, ég veit hugsaði með mér, af öllum Scream-morningunum, þá finnst mér Jill í 4 vera mesti psycho killeri. Já, einmitt. Þú veist ekkert hvað hann fara að gera. Nei, hún er ekki þú sást ég mömmu minni eitthvað hérna með eitthvað svona mótiv, hún bara, ég er bara klikku og mér langar að vera fræg í 15 mínútur, fættur. Já. En sér það, standuð í okkur, við erum ekki alveg sammála. Ég fílaði Hayden og ég fílaði Emma Roberts í þessari mynd. Þetta er nýja kynslun. Þetta er nýja kynslun, nefnilega. Það er ekki tilviljun. Hitt er orðið pínu þreytt. Já, algjörlega. Við erum alltaf að horfa á Dewey. Gail. Hvað ætla þau að lenda oft í þessu? Ég bara kom með punktin hérna, Dewey og Gail, alltaf hérna einhvern veginn að takast á, að kýta og vera byrjuð út í hvort annað, út af fucking engu. En lokaðriðið með Emma Roberts, hún er... Þetta er besta lokaðriðið. Hún er líka, að því að ég sá hana, ég bara sé hana 2 í nokkur staði, bara sé hana 2 í bíó og svona bara í gær. En hún sat alltaf í mér. Hennar karakter, sérstaklega lokaðrið, að því maður því sá hann í bíó, þá var ég bara svona, hún er heldur góð. Hún er heldur góð sem eitthvað svona psycho-killer, nefnilega. Og hún er bara, það sem ég er slengum með leikara, þeir geta verið góðir, leikar geta verið góðir, góðir leikarar, en þeir geta líka verið leiðilegir. Þú getur verið með góða leikara, þetta er svo, ég var að tala um daginn, þú ert kannski ekki saman með mér, samt að hendi svona út. Ég var að tala um The Invisible Man með Bjögga. Elizabeth Moss. Mér finnst það rosalega góð leikona, mér finnst hún ekkert svakalega skemmtileg. Mér finnst ekkert svakalega gana að horfa á hana. Ég er ekkert allast til að sammála mér. Það eru sumir leikarar sem ég bara fíla ekkert. Já, þú veist, svo er það persónubundi. Svo er það persónubundi. En Emma Roberts, mér finnst hún góð leikona, mér líka heldur gana að horfa á hana. Já, ef ég sé Emma Roberts ykkur, þá er það svona, kannski tjekka þessu. Já, hún fær, það er líka einhvern veginn, hún er með svona eitthvað attitude þannig í lokin, sem ég finnst svo geðveikt. Og þess að orka einhvern veginn, hún er svo þetta er svo hún er svo styrkluð sig í öxlina eða eitthvað og er eitthvað fuck,
Já, einmitt, svo hleypur hún á svona vegg hérna. Allt það þegar hún stage þetta, ég bara dyrka þetta atrið, sko. Og þegar hún drepur Charlie. Einmitt. Og það bara eitthvað það svo cold-blooded og hún gerir þetta bara því hún vil vera fræg. Já, og skýtur í tippið og kærasta hún bara, come on, snakka það, þú veist. Skýtur ekki tippið okkur, skilur við. Sama hversu styrlulega, hún er fucked up. Ég veit það, hún er alveg fucked up og ég líka hugsaði með mér, bara, shit, hún mest psycho-killerinn af öllum skrýmáningjónum. Þú veist, með jafnvel Mickey, þú veist, sem bara svona skrifaður hún verið en hann. Já, 100%. Já, einmitt. Ok. Hvað þú með næst? Næsti punktunum var með Jill, ég búin að segja það og svo skrifaði ég það sem ég tala áðan fór að fram mér. Ég sagði að ég hefði gert eina skrifmynd þar sem Sidney Prescott liggur inn á okkur getild út af því það alltaf, ég gerði það svona all caps alltaf einhverjum að drepa hana. Ég hefði persónulega mist viti bara í mynd nummer 2 ef ég lendi í þessu persónulega ég lendi í fyrstu myndinni ég hef bara shit, ég það bara therapy í mörg ár og líka það ekki bara einhverjum að drepa hana, það kærastinn hennar. Já, nákvæmlega. Og hún missir í gegnum allar þessar myndir hún er búin að missa fleiri en eitt kærasta bestu vinkonur vini fjölskyldumeðlim þannig þetta ekki af þarna kemur samt inn að þetta sem við talum í lokinu á mynd 3 er Dewey og Gail bara fjölskyldin hennar, kannski af því að þau lifið alltaf af kannski er þau núna orðið bara big happy family. Þau allan búið ekki saman? Nei, ég veit það. Nei, það er hvað varst þú með? Meira? Sko, mér langar að ræða ég skrifaði hérna, væri sitt ekki að fullu í MMA og crossfit og eitthvað? Jú, ef hún væri ekki og ætti 100 byssur. Nákvæmlega, var hún ekki pínu Sarah Connor, skilur við? Jú, nákvæmlega, ég hugsa það. Nákvæmlega. En hún var reyndar, ég man ekki hvort það 3. eða 4. Nei, það var ekki 3. Þá var hún komið með byssu. Já, hún var með byssu. Og ég hugsaði með mér, ok, þetta er að fyrst sem ég myndi kaupa. Og annað, þú getur fengið, því tók eftir því, hún tók hana ekki með sér. Minnum alveg örugglega. Hún var bara með hann í húsinu eitthvað. Og svo var þetta að fara eitthvað. Það tók hún pingu litlu löggubyssuna úr skúfunni og gæði. Já, hún tók hana, hún var ekki sjálf með, hún varði með 2 byssur og feika alveg rétt. Ég ætla að segja, það sem ég hef fyrstilega gert, ég hefði keypt mér concealed permit, concealed carrying permit, sem því það þú mátt ganga með byssu sem er falinurinn. Eða einhver sem þarf á svoleiðis leyfa að halda, þá er það Sidney Prescott. Akkurat. Ég alveg tala. Og ég samlaði, ég væri búin að læra jiu-jitsu, bara MMA, kom með brjála form. Allavega komin eitthvað svona einhvern veginn svona, hvað heitir svona self-defense námskeið. Eins og þú sagði, með Sarah Connor. Sarah Connor í nummer 2, það var ekki ógeðslega svól. Ógeðslega hörð og hún geðvik skipta. Það er skrýmynd sem ég langar að segja, þar sem hún er orðin eins og Laurie Strode er orðin núna einhver nöttari í 9 myndinni. Þú veist, það er eitthvað sem ég kaupa allavega. Laurie Strode sé bara orðin ógeðslega mikil conspiracy theorist af því hún bara, þessi gæri er ennþá lifandi, hann áttur að ná mér. Ég hef verið til að sjá það, af því að þú pennir í Terminator, þú veist það var Sarah Connor. Fyrsta myndin, hún lendir bara í þessu brjála einu sinni, þá kom hún bara, hey, nú ætlum ég að taka bara málinn í mína hendur. En Sidney lendir í þessu einu sinni, 2 svo í 4. skipti í 4. myndinni. Mér finnst það ógeðslega fyndið. Þetta er mjög fyndið og þegar, akkurat, þetta var bara eitthvað sem ég skrifaði hjá mér. Áttu upp á skil? Já, upp á skil. En þau eru, þú veist, ég næstu gæti ekki valið, sko. Olivia, super góri, ógeðslegt, bara inniblút allt, skilur. Já, það er ógeðslegt. Allt í blóði. Þú veist, ekki að ég elski gór og eitthvað. 4 er ógeðslust, þess mér. 4 hún er, já. Svona á heildina. Sko. Death's way more extreme. Já. Það er bara þannig. Ok, þannig að það er hún? Það er hún, en það er ekki uppáldið mitt. Ég elska atriði sem gerast í parking garage. Það sem að... Með Alison Brie. Með Alison Brie, það sem hún er dreipin. Ég elska það. Henni líka hent niður. Henni er hent niður. Já. Það er rétt. Þannig ég fílaði það. Háhísi, það er... Það er samt ekki uppáldið mitt. Uppáldið mitt er Perkins. Hann stungin í ennið. Og svo segir hann Bruce Willis og Já. En ég var samt pínu svona... Ekki? Ég fílaði alveg atriði og líka eins og ef þú horfir á þetta, hann er stungin í enn hér og fólk kannski horfir á þetta og hugsa að þetta er óramlegt en það eru fárlega hluti sem hafa gerst fólk er að labba inn bara á skurðstofu bara með hníf í hausnum mér er það ekkert aðstæð, mér er það alveg töff en eitthvað svona fuck Bruce Willis ég veit ekki að nei, mér finnst ekki töff en þú veist, það er hluti af hans karakter að vera, þú veist, einhvern veginn sortigaðin sem er bara drepin og hérna löggan og að þau eru nýbúin að tala Bruce Willis en bara það var stungin í enni fast með þetta svo cool og hann segir hann er eitthvað svona
blindandi að fumbla og morðingi bara, ok, þú ert döður, ég ætla ekki að reyna meira að, þú veist, ég veit úr það fyrir þig. Já, hann bara svo stendur og horfur á hann. Já. Akkurat, já, en hvað er þitt? Uppáhaldskill í 4 er líklegast Olivia, þessu húsæðar á. Já. Það er örugglega killið mitt. En það kemur líka alveg smá óvart, það er heldur brútal. Það er fucking brútal, sko. Já. Og blóð líka út alla veggi og það er blóð allt og þú veist, einmitt bara innebli og og því þær voru so close and yet so far, þú veist, þær voru bara næsta húsi. Löggan er, þú veist, eitthvað á að vera fyrir utan en alltaf óseinir, skilur að vera eins og hluturklökunar í þessum myndum að vera useless. Það er ekki gagnið. En já, það er close second, sko. Ok, áttu versta karakter? Í þessari mynd? Er ekki bara vinurinn hana sem er með vloggið hana á herntólunum í þólandi hver er svona? Engin ég fílaði samt Charlie, mér finnst það skemmtilegur hann er skemmtilegur, mér finnst hann cute og alltaf og bara, ég fíla Charlie svo líka eitt að svo fyndið maður getur sokkið inn í eitthvað svona fáralegt í svona myndum eins og ég var alveg farin að halda með Kirby og Charlie ég var að sippa það, alveg 100% já, bara vá, okkur náðu þau ekki saman og það byrjar eitthvað svona og hún líka byrjar að reyna af hann sem ég veist líka svolítið skemmtilegt það er eitthvað sem maður svona ok, nú vilja þau halda að fórum að lifa og svo þegar hann stingur hana en hún er búin að svíkja hann með því að opna ekki hurðina fyrir honum, þú veist það er eitthvað svo mikil það var svo átökulega því ég bara svona, wow, ok þið voruð að kissa strekkt á þann og nú bara treystur hann mikið lengur Nei, já, ég er alveg sammála þetta var svona David ég var að sippa Kirby og Charlie og mér fannst leiðilegt þegar þau dói Mér fannst það líka, svo leiðilegt þegar hann stingur hana og hann segir síðan vera skotin í hinni það er ég dottin í eitthvað svona sábópur nákvæmlega, melodrama eitthvað svona úlingadrama sem ég kaup ekki alveg hann, þú veist það er svo oft í einhverjum myndum þar sem að stelpan konan er að einhvern veginn manipulata strákin bara með því að vera eitthvað að kissa hann og svo í hann stöku svona eitthvað þú veist, það var ekki svoleiðis eitthvað bakvið þetta samt en það var ekkert svoleiðis þetta? Jú, hún kisti Charlie og eitthvað já, þú ert að tala um, sorry þú ert að tala um Jill, já, ég ætla að tala um Kirby nei, já, Jill, já og hún var greinilega að leika með hann já, hann er bara stúð þarna, skilur einmitt sem kemur tilbaka, kannski var Billy bara að leika með stúð með því að vera alltaf að kissa hann það gæti verið en svo læs ég líka og ég voni þessi rétt ef þeir gera Scream 5 hún gæti verið lifandi Kirby, já lang besti karakter í þessari mynd þeir hljóta að gera, af því að hún er einmitt, það er allir sammála um það að hún er skemmtilegast karakterin fyrir það náttúrulega Jill, en þú veist já, það er tvær og Jill náttúrulega döð núna, hann búið að drepa hana en þeir verða að halda í Kirby og eigum þá ekki líka að hvíla bara Sydney og Dewey hvernig var það? Dewey er búin að staðfesta að vera hlutasæra mynd hann er búin að skrifa undir samning, held ég sko já, af því þó að við hefum sagt í byrjun podcastins að við getum ekki ímynda okkur Scream á hún Sidney Prescott hún getur alveg verið ímyndinni að einhverju leiti kannski referensaði eitthvað eða það bara hún er loksins komin eitthvað geðdeild eitthvað hæli að referensa það en ekki fókusa myndina á hana ekki láta hana vera victim number 1 það er done og ég vil sjá eitthvað nýtt ég er búin að sjá þetta 4 en ég er búin með mína púnta sko Scream 4 púnta ok, býttu nú mig, ég er alveg með eitthvað sko ég skrifaði hjá mér þessar reglur eru svo arbitrary where do they get this shit af því að nú er ég með gráðu í kvikmyndafræði, ég ætla að slá við mig mér voru ekki kendar reglur í slassermyndum eitthvað í skólanum, en svo hvar fær Randi, ég veit þetta bara skrifa skilur, en af hverju er eitthvað allir með einhverja reglur hvernig svona og svona myndir að vera, bara sequel the body count is always bigger death scenes more elaborate never assume the killer's dead, þú veist akkur er þetta eitthvað svona common knowledge hjá Randy, eitthvað, þú veist ég held að ég bara eitthvað búið til á honum hann er væntanlega bara að dæma en bara, þú veist, hvaða myndi var hann að miða við, þú veist, eru einhver, þú veist, í framhaldsmyndum, nú hef ég ekki séð, þú veist. Ég meina Halloween til dæmis. Já. Ég held að hún hafi verið meira góri númer 2. Já. Minnum alveg öruglega. Fyrst er ekkert svaklega góri. Og hann deyr aldrei. Nei, Michael Myers. Já, akkurat.
svipa örgulega með Friday. Ég mann það ekki alveg, það er svolítið síðan ég sá Friday nr. 2. Ég hef aldrei séð Friday myndir. En það er ákveðin formúla, hann er bara svolítið vitni í það. Okay, og ég er svo sem leiði því alveg að sleita. En ég þyrfti bara kynna mér þetta aðeins betur og horfa á allar þessar myndir með þetta í huga. Akkurat. Skilur, stemmir þetta? Einmitt. Og svo þú veist, það eru 3 reglur í öllum myndunum og í 4 þá eru 7, 8 reglur. Já, en ég... En bara mest gaman að þessi allt eitthvað, það eru reglur og svo er að fylgja þessar myndir, þessum reglum, þetta er Einmitt. Það er alveg gaman, en þú veist, mér finnst bara svo ágæfert hvaðan fáðu þetta að geta, ef þeir eru alveg karakterar. Ok, þannig að við erum búin að ranka myndirnar. Já. Er eitthvað meira svo? Ég er að tókvært segma. Eftir með fleiri púnta? Ég ætla bara að segja strax, þetta eru lengsta podcasti. Ok. Þú gerir grín af mér að Snorra. Fyrir hvað? Þú sagðir eitthvað á Instagram bara eitthvað guð, þetta er svo langt eitthvað. Ég geta horft á þetta. Og ég ætlaði að segja við bara, þú veist, okkar verður örugglega lengra. Ég var ekki að gefa heit, sko. Ég var ekki að bara, ég byrja líka fucking heitt. Ég er að deyja þetta, sko. Það var allir. Nákvæmlega. Ok, ég er góð í búin. Eða, er einhver annar punkt sem þú komið? Nei, ég er ekki bara, þú veist, smá miskilningur að Jilla, hún er fræg fyrir að vera survivor af einhverju maskilling, þú veist, ég þekki engan með nafni sem kannski bandaríkjan. Nei, en Sydney var svona pínufræg, þannig að hún vildi bara vera svona... Já, í þessum myndum þá var Sydney pínufræg. Er eitthvað lokaorð þegar þér? Ánum slúttum þessu? Nei, bara ég elskar Scream og mest skemmtilega myndir þó ég hafa drullið við 3. Ok, mín lokar eru þau að það er ógeðslega gaman að horfa okkur svona seríu, svona back to back. Horfa bara á 2 dögum, 4 myndir. Mér finnst það rosalega skemmtilegt. Ég ger það reglulega. Ég tók allar Hellraiser sinni. Ég tók eins og allar Nightmare myndirnar. Halloween hef ég líka gert. Ég hef ekki gert það ennþá með Friday. En það er gaman að horfa okkur svona seríu og bera svolítið myndirnar saman. Þannig ég mæli með því. Ég skal prófa. Þú veist, eins og ég horfi ekkert mikið á slassamyndir. Þannig að ég Þú er bara Scream fan. Ég er bara Scream fan, ég veit ekki af hverju. En ég á inni fullt af seríum. Fullt af seríum. Herðu, þá segir ég bara takk fyrir að koma. Já, takk fyrir mig. Þetta var ógeðslega gaman. Mér finnst það líka. Og núna bara er mér ógeðslega heitt. Já. Herðu, bara takk fyrir. Takk.